velkomin Listasafn Íslands á þetta málþing sem að Listasafn Íslands heldur í samstarfi við Listfræðifélag Íslands myndlistagagnrýni og tilefnið að þessu málþingi er meðal annars sýningin á verkum Valtýs Péturssonar sem að við erum hérna stödd í núna. En Valtýs Pétursson, hann var myndlistagagnrýnandi Morgunblaðsins frá 1952 og til dauðadags árið 1988 og skrifaði á þeim tíma gagnrýni 840 sýningar og auk þess 60 greinar ýmis málefni tengd myndlist og einnig birtust fjölmörg viðtöl við hann í blöðum og yfirskriftin á málþinginu til að skrifa gagnrýni þar vist hugrekki, einmitt sótt í viðtal við Valtý í Tímanum 27. mars 1986. Sem sagt 31 ár síðan að hann lét þessi orð falla. Og ef þið viljið kynna ykkur sérstaklega greinar og skrif Valtýs þá eru möppur hérna frammi þar sem eru ljósrit af þessum greinum. En á þeim tíma sem liðinn síðan Valtýr skrifaði myndlistagagnrýni hefur margt breyst á sviði myndlistar og umfjöllunar myndlist hér á landi. Listumhverfið annað og fjölmiðlaumhverfið allt annað og ekki síst með tilkomu netmiðla. Og þegar litið yfir sviðið í dag þá vakna ýmsar spurningar og við höfum fengið til liðs við okkur hér góðan hóp af frummælendum til að leggja orð í belg og taka þátt í umræðinu hér á eftir. En við byrjum með erindi, fyrst 3 lengri erindi og svo 4 styttri og svo gerum við ráð fyrir umræðum hér á eftir með þáttöku ykkar sem eru hér í salnum. En fyrstur á dagskrá að þá það Jón B.K. Rannsú sem ætlar að fjalla Valtý Pétursson sem myndlistagagnrýnanda og Rannsú myndlistamaður og fyrrum myndlistagagnrýnandi í Morgunblaðinu og hann skrifaði einmitt grein Valtý sem gagnrýnanda í bókinni sem kom út með sýningunni. Gjörðu svo vel. Já, góðan daginn. Já, ég var ekki fæddur þegar Valtýr var að skrifa. Þannig að ég kem að þessu bara svona í raun, bara þurfti þá að leita gagna og þau eru ekki rosalega víða og ekki mikið af gögnum myndlistagagnrýni. Ég hafði, þegar ég byrjaði að skrifa Moggann og þá las ég talsvert af gagnrýni svona til aðeins að koma mér í gírinn og ég byrjaði 2002 að skrifa. Og meðal annars las ég talsvert af gagnrýni eftir Valtý. Einnig grein sem mér fannst mjög góð gögn eftir Aðalstein, sem sittur hérna, sem skrifaði Mál og menningu 1982 og ég notaði svolítið þessa grein sem innblástur til að byrja á þessari grein sem ég skrifaði Valtý í bókina. Og í þessari greinu mitt fjallar Aðalsteinn eða byrjar að skrifa akkurat þetta vandamál kannski þegar ungi listamenn eins og Valtý þegar hann kemur að þá búið að vera að skrifa íslenskan landslagsmálverki og ákveðin svona þjóðernisrómantík sem Aðalsteinn talar í þessari grein og ég einmitt vitna í upphafi minna greinar. Og mér fannst þetta vandamál svolítið heillandi og mér langaði að taka þetta lengra þegar ég fór að skoða Valtý. Að hann kom í raun inn í ákveðna senu sem listamaður verið að fara að skrifa gagnrýni sína eldri listamenn. Og þá stendur hann frammi fyrir því að fjalla þeirra list og þessa list á konkrétt málverki sem hann stóð fyrir sjálfur
í gagnrýni og hann tók þennan pól sem sagt að fjalla svolítið landslagsmálverki þá út frá svona þjóðlegum tónum en síðan fjalla hann konkrétt málverki meira í svona þá var hann í samhengi við alþjóðlega strauma. Þannig einhvern veginn fannst mér hann ákveðinni sanngirni kannski fjalla íslenska landslagsmálverki þar sem hann svolítið kannski sjálfur sem listamaður í uppreisn gegn en sem gagnrýnandi þá virðist hann ekki fara í uppreisn gegn landslagsmálverkinu. Heldur tekur á þessum nótum, svolítið skoða bara á þjóðlegu nótum en svo þegar hann skrifar konkrétt málverk sem var þá nýja listarnar þá hann að hugsa alþjóðlega strauma á heiminn. Og mér fannst það svolítið bara smart hjá honum, klart, þegar ég var að skoða þetta. Og ég hef alltaf tekið svona þessa sýn á konkrétt málverki sem að margir hafa gert, að það rísir svolítið upp úr þessum hugmyndum að standa gegn þjóðerniskennd, að því þetta kemur upp úr síðari heimsstyrjöldinni og Evrópa var í rúst og að listamenn hafi verið stað í rústunum og hugsa bara, ok, það má aldrei gera list sem að einkennist að þjóðerniskennd aftur. Og mér fannst það endurspegla svolítið í skrifum Valdís abstrakt málverk. Þetta var ákveðin póll sem ég vildi skoða og gerði og hinn póllinn var í raun, bara þegar ég byrjaði að skrifa Moggann og þá einmitt var ég að lesa gagnrýni og ein gagnrýni sem ég nefnir þetta ekki í greini minn Valtý en mér þótti mjög vænt að lesa eftir Valtý. Og heyri ekki alveg allir í mér? Já, ok. Mér þykir mjög vænt að lesa eftir Valtý. Það var grein sem hann skrifaði, það var svona eina af hans síðustu greinum. Hann skrifar hann Kristinn Harðarson sem var að sýna í Gallerí Svart á hvítu. Og þetta mjög falleg gagnrýni. Kristinn að sýna sína fyrstu sýningu og Valtý nálgast þetta auðvitað sem módinisti en Kristinn þá í sjálfu sér listamaður á postmódinísku tímum og Valtý skrifar verk Kristinns að hann hafi ekki fundið sinn stíl og og horfir svolítið á þau með augum módinistans og leitar að stílbröðum og hvað hann að fást við með liti og form. Og svo segir hann svona í lokin samt svona til að peppa Kristinn, hann unga listamann, þá segir hann svona en þetta er allt í lagi, þetta kemur hjá þér, það verður allt í lagi, þú bara heldur áfram að leita þínu stíl og svo kemur það. En við sem þekkjum kannski Kristinn Harða, hann er ekki ennþá búinn að finna sín stíl. Hann er á 60 aldri og ennþá í þessum vandræðum. En það er líka aldrei markmið hjá Kristíni Harðarsyni að finnast sinn stíl. Það er frekar aðferðin sem hann notar til þess að skapa list og síðan eru ólík stílbrigði sem þjóna því hverju sinni. Og þetta var áttuglega vandamál sem ég sá þetta að Valtý hefur glímt við og ég var strax þegar ég var beðinn að skrifa þessa grein langaði svolítið líka að fara þessa leið og skoða þetta og ég las rosalega mikið eftir Valtý og frábært að sé búið að flokka þetta svona niður. Það var auðveldur aðgangur, þessi Jón Proppi og fleiri eru búin að flokka niður og yfir þetta tímabil sem hann er að skrifa 36 ár, þá fer hann í gegnum þetta eru svona 4 skeið og ég fjalla þá öll þessi skeið. Það eins og ég sagði áður að landslagsmálverki og abstrakt málverki sem hann tekur svona þjóðernislega og alþjóðlega pól svona á móti hvort öðru og síðan er það hugmyndalistin og þar virðist hann lendi í einhverjum vandræðum og viðurkennir það í nokkrum greinum
sýningu Sigur Guðmundsson og Níels Hafstein sem hreinlega segist bara ekki skilja út af hvað það gengur og mér fannst það bara nokkuð gott bara að viðurkenna það og og síðan nýja málverkið sem bara 8-10 sem að eins og með Kristín og kannski fleiri að þá virðist hann hafa sennilega þá hann greinilega ánægður að málverkið sem komið aftur en hann hins vegar að skoða alltaf forsendum módernismans á meðan listmálar Daði og fleiri kannski eru ekki að vinna í ákveðnum stíl. Þetta svo sem eins og svolítið punk. Þetta punkmálverk. Þannig að þessi aðferð sem hafa allt haldið að nota, að gagnrýna liti og form, að það kannski ekki markmiðið hjá þessu málurum sem að koma upp á 8-10. Það eru önnur markmið. Og þannig að í þessari grein þá skoða ég þessi 4 skeið. En mér finnst það líka svolítið áhugavert bara að hugsa út frá því hvað gagnrýnendur standa gagnvart. Að þú ferði gegnum einhver tímabil. Ég skrifaði í 8 ár í Morgunblaðið. Mér fannst það bara nokkuð gott. Það bara dugði mér alveg. En menn sem að skrifa svona lengi og bara algjörlega gagnrýnendur út í eitt, að þeir þurfa að fara í gegnum mörg skeið og geta gagnrýnir í raun endurnýja sig og til þess eins og gagnrýnir svo valtíð sem að byrjar fyrir þessar löngu tíma og kemur inn í síðan nýja málverkið getur hann breytt forsendun sem hann byrjar á. Það sem hann tók alltaf litir og form, efnistök og svo framvegis. Getur hann í raun farið síðan að skrifa út frá öðrum forsendum þegar aðrar forsendur eru komnar inn í listina. Og svo ég hoppi yfir í stöðu gagnrýni að þá þetta eitthvað sem að gagnrýnendur hafa staðið frammi fyrir lengi að forsendur listar hafa breyst svo mikið og það til dæmis að koma út frá smekk, gagnrýni út frá smekk með efnistök og annað, það kannski ekki að virka lengur. Og ég ætla þá að vitna í nokkra eins og gagnrýnandi Dietrich Dietrichsen. Það ágætis bók sem heitir Judgment and Contemporary Art Criticism, það sem svona samantekt af greinum og það grein eftir hann og það virðast margir í þessari bók vera sammála að þetta sé ákveðið vandamál í gagnrýni að það eru smekksdómarnir. Það í raun eitthvað sem við búumst við að gagnrýnin eigi að gera, að dæma sýninguna út frá einhverju, en hvernig getur þú dæmt sýningu út frá öðru en smekk? Og fyrir marga í raun, eins og hann segir, það dregur úr gildi listgagnrýni að takmarka hana eingöngu við smekksdóma. Það bara, þannig að þetta svolítið svona tvísýnt fyrir okkur sem erum vön því að gagnrýni byggi á því að dæma út frá smekk. Þú hefur eitthvað vita á einhverju sem gagnrýnandi, en þú hefur líka smekk fyrir einhverju. Og það kannski þessi móderníska aðferð, á meðan postmóderníska aðferðin eða postmóderníska staðan önnur. Boris Groys segir þetta líka, gagnrýni snýst ekki smekk. Gagnrýnandi þarf að ákveða hvað það í verkinu sem vil draga fram í dagsljósið. Hann segir, sjáðu þetta. Í raun gagnrýnandi samtímans ekki upptekinn af því sem honum finnst verkið. Hann upptekinn af því að miðla því sem hann telur skipta máli fyrir samfélagið og menninguna. Þannig að gagnrýnandinn út frá honum þessi sem að í raun að miðla einhverjum upplýsingum til okkar sem þá að lesa. Hann ekki endilega að dæma sýninguna. Það ekki, hann að tala ekki dómur. Það ekki smekkur. Því hann bara einfaldlega að miðla einhverju. Og þegar ég las allt þá hlustaði ég þetta líka á viðtöl við hann og greinar hann og í einu útvarpsviðtalinu þá
hann spurður af hverju, eða hvað hann sé að reyna að gera með gagnrýni og af hverju hann skrifir gagnrýni, og hann svarar því svona: starf listgagnrýnenda felst fyrst og fremst í því að upplýsa lesendur listir og kenna orðaforða og hugtök til að hjálpa þeim að ræða listaverk. Þannig að kannski lítur á sig sem gagnrýnandi svolítið sem eins og ákveðin kennari að upplýsa okkur hinn eitthvað. Og ég hjá eftir því að vera að lesa gagnrýni, það er yfirleitt ekki langur dómur hjá honum. Það er kannski 2-3 línur þar sem hann dæmir eitthvað yfirleitt út frá litum, formum og efnistökum. En síðan er hann að tengja sýningarnar við eitthvað og upplýsa okkur eitthvað sem er kannski ekki endilega spurningin hvort það sé gott eða slæmt. Og ég tók þetta líka, hvort sem hann skrifar landslagsmálverk eða abstraktmálverk, þá er hann alltaf að skoða liti og form. En í list í dag er þetta kannski fara að snúa svo mikið hvað er að baki, hugmyndafræðin, hvaðan sprettur þetta, rannsóknin og svo framvegis. Og þar í raun stöndum við fram fyrir því að þurfa að endurskoða gagnrýni og hlutverk hennar algjörlega, og í raun hvað gagnrýnandinn gerir. Ef hann getur ekki, er ekki öllum bara sama minn smekk, fattu ég. Viljum bara ekki vita eitthvað annað. Og einnig er hægt að segja svo að listin hefur stækkað svo mikið. Ég talaði alltaf þetta sem líkama, ef listin er líkami, að okkar viðhorf, kannski sérstaklega postmóderníska, er ekki þetta framþróun og móti hinnu. Listin stækkar bara þannig að það er allt í lagi að mála uppstillingar. Það má alveg. Það er partur af listinni líka. En það er líka partur að gera innsetningar, vídeó, kvikmyndir, ljósmyndir. Þetta er svo gríðarlega stórt, þannig að gagnrýnandinn þarf að hafa gríðarlega þekkingu á svo mörgum sviðum, öðrum en bara litum, formum og efnistökum. Hvað er mikið eftir að tímanum fyrir ekki? Ég er að sjá hvað. Ég er við júl. 5 mínútur. En þessi upplýsandi gagnrýnandi ákveðin vannýttur miðill sem er sjónvarpið, og ég tek þessi 2 sem dæmi sem að Sýstir Wendy Beckett og Matthew Collins á 10. áratugnum, sem virkilega tókst að gera þætti sem að bara fékk fólk til þess að sitja í Bretlandi, bara sitja og virkilega hlusta og læra list. Það voru gríðarlega vinsælir þættir. Sýstir Wendy Beckett var þá að tala meira svona gamlu listina og klassísku, og hún er þetta alveg yndisleg, maður er alveg bara Sýstir Wendy Beckett, bara, hún er þetta æðisleg. Matthew Collins, þessi svali, kaldi gaur að tala nútímalistina, alltaf eitthvað svona kaldhæðni og maður kann legið með, myndlist er svo mikið vitleysa, en samt einhvern veginn bara staðið upp í yes, og þetta voru gríðarlega vinsælir þættir. Og þetta vannýttur miðill hér, en einhvern veginn hefur sjónvarpsgagnrýnin þróast í þetta. Svona er helst sjónvarpsgagnrýni samtímans. Það er eiginlega svona, gagnrýnandinn er meira svona bara sjó í einhverju keppni. Simon Cowell og eitthvað, Kenny Dance og eitthvað svona. Og þetta er ekki bara og þetta er líka í myndlistinni. Við höfum ekki fengið þess að þætti hingað á Íslandi. En Jeffrey Deitch sem byrjaði með þættina Artstar í Bandaríkjunum, og þeir fóru til Asíu, Artstar Korea. Við höfum ekki séð þess að þetta hér. Artstar þætti nú er ekki sérstakir, sá nokkra. En og þeir hættu. En þetta er svipað bara eins og American Idol. Það sem að koma einhverju dómarar og segja eitthvað verkin. Fá svona verkefni, þetta er svona svo hönnunar þættirnir þeirra ákomið hingað. Eða nýrið þættir sem heita A Work of Art, The Next Great Artist. Þetta er bara eins og The Next Top American Model þættir. Það sem að
veistu, fá okkur verkefni og svo koma gagnrýnendur og segja eitthvað það, svo einhver sem fellur út og fer þá að gráta. Þetta bara svona skemmtiefni. Og einn minn uppáhaldsgagnrýnandi, ég var í New York, það bara það sem eitthvað sé mest eftir, það alltaf á miðvikudögum, labba frá heimilinu í vinnustofuna, í Bryant Park á miðvikudögum, taka Village Voice, setja það niður, fá mig kaffi og lesa gagnrýni eftir Jeffrey Deitch. Nei, Jeffrey Saltz. Og en hann núna bara hér í þessum þáttum. Ég var rosalega vonbrigði með hann, ég verði ekki hérna. Og hann svona Simon Cowell þá myndlistar í dag og fær með sér svona einhverjar popular stjörnur til þess að segja eitthvað listina. Ég veit ekkert hvort Sarah Jessica Parker hafi hundsvit á myndlist, ég veit ekkert það, en hún allavega hefur komið sem gestur í þessu þætti. En hún fær svona stjörnur til að poppa upp þættina. Þannig að gagnrýnin þarna bara sjó. Þú finnur kannski ekki þetta að þú ert að upplýsa, þú ert frekar að reyna að ná einhverjum svona áhrifum, einhver sem fara að gráta eða einhver sem að hoppar og allir eru kátir. Kannski skemmtilegasta svarið með þessu króatísku listamaður sem heitir Siniša Labrović, hann gerir svona þætti kindur í Króatíu. Það sem að kindurnar, það 12 kindur og þær gerði alltaf eitthvað, málaðu kannski eitthvað og hentu einhverjum boxum og svo gastu kosið eitthvað út og þá var henni slátrað. Og svo í lokin var ein kind eftir og hennar velnum voru það að hún var svolítið ekki slátruð. Og var þá bara fekk svona kannski efni í teiknimynd líka, Disney eitthvað. En ég þá tíma? 1 mínúta? Frábært. Dietrichsen segir líka að við sjáum ekki lengur neikvæða dóma listir að undanskildum dómum leikhús og klassíska tónleika. Og ég var að spá þetta líka, hvort þetta sé rétt í rauninni. Jú, sjáum ekki mikið að neikvæðum dómum listir, eða myndlist. Við sjáum hins vegar klassíska tónleika. Það sem að dæma flutningin, heppnast hann ekki. En að því myndlist, það er svo tæft að fara að dæma efnistökin og allt þetta sem var gert. Af því að líkaminn var svo stór. Svo Rúlík bara í gegnum FH. Og James Elkins ég vitna líka í og gert mjög oft. Flest gagnrýni sem skrifuð nú til dags gerir lítið en að lýsa verkum eða sýningum. Það er sem að kalla lýsandi gagnrýni sem algengust í dag. Og það þetta bara upplýsandi gagnrýni. En á stöðum eins og í New York eða eitthvað sem eru 700 gallerí, þá það ákveðin gagnrýni bara að skrifa sýninguna. Það gagnrýni sjálfur sér. Að hún sé nógu áhugaverð til þess að skrifa hana. Og svo segir hann, það hefur aldrei verið skrifað jafn mikið af gagnrýni og nú, samt hefur gagnrýni aldrei haft jafn lítið að segja. Sem eitthvað sem líka umhugsunarvert. Þannig ég ætla að klára þetta ekki akkúrat á tíma þá. Á minni uppáhaldsgagnrýni. Ég sá þessa sýningu líka og þetta gagnrýni sem að ég las gagnrýni eftir Mendelssohn sem að skrifa sýningu og þetta endurskrifu gagnrýni á Mendelssohn gagnrýni og höfundurinn ókunnur. Ég veit ekkert hver gerði þetta, ég fann þetta bara á netinu og mér finnst þetta algjörlega undirstrikað þessa gagnrýni sem ég las á sínum tíma. Nú var ekki neitt. En mér var samt akkurat partinn eins og að líka við Joy Division og svona mér varst það áhugavert í gagnrýni og það akkurat það sem hann skilur eftir. Þannig að ég þá búinn, takk. Kæra þakkir. En næstur í pontu Aðalsteinn Ingólfsson og ætlar að segja okkur frá reynslu listgagnrýnandans. En Aðalsteinn listfræðingur og aðjúnkt í listfræði við Háskóla Íslands og sýningarstjóri og sjálfstætt starfandi fræðimaður. Og hann hefur fengist myndlistargagnrýni í fjölda ára og ætlar að deila þeirri reynslu með okkur. Komið sæl og sæl. Ég ætla ekki að leyna því að það fylgja því blendnar tilfinningar að standa hér og
hafa upp í skoðanir á myndlistarýni, bæði í þessu tiltekna samhengi sem yfirlitssýning á verkum Valtýs Péturssonar og í einu víðara samhengi myndlistar umhverfin á Íslandi árið 2017. Ræðum fyrra samhengi fyrst, því að þegar ég hugsa tilbaka til sumarsins 1974, þegar ég hóf að skrifa fyrir Dagblaðið Vísi, síðan Dagblaðið og DVAF, blautur á bak við bæði eyru og óráðinn margt, þá var aðeins eitt sem ég hafði einsett mér, nefnilega að skrifa ekki myndlistarinn eins og Valtýr Pétursson. Ég held að ég sé ekki að ljóstra upp neinu leyndarmáli þegar ég segi að á þessu tímabili hafi ég ekki verið einn þetta álít á Valtý og skrifum hans. Það hefur kannski verið það eina sem við áttum sammerkt, nokkrir ungir listfræðimenntaðir gagnrýnendur sem hófum að vinna fyrir íslenska fjölmiðla upp úr miðjum 8. áratugnum. Á mannamótum kom jafnvel fyrir að við skiptust á tilvitnunum í nýjustu greinar Valtýrs, frösum eins og myndir númer 7 og 11 þóttu mér sínu bestar. Vísast var þarna verki vægur menntahroki og uppreisn gegn feðraveldi í greininni. Í seinni tíð og þá sérstaklega í tengslu við þetta málþing hef ég lagt mig fram að lesa og endurlesa myndlistarýni Valtýs í ljósi eigin reynslu og af ítrasta hlutleysi og ætla hreint ekki að lasta hetjulega viðleitni rannsókina minns til að setja þessa rýni í listsögulegt og jafnvel listheimspekilegt samhengi. En allt kemur fyrir ekki. Þrátt fyrir góðan vilja nýtur sá lesandi sem hér stendur ítrekað orðfæri í umsögnum Valtýs sem sjaldnast rís upp fyrir almennt og hversdagslegt rafl og álitsgjafir sem ekki eru studdar öðru en því sem gagnrýnandanum finnst og lýsingarorðum á borðið fjörlegt, ákaft eða þroskað. Og þá gildir einu hvort fjallað Hafstein Austmann eða Jón Stefánsson. Þannig ég get út af vel sér tekið undir það sem að Rannsókn segir í ágætri grein hérna í katalógnum að Valtýr hafi ekki verið eins partískur og andstæðingar hans vildu meina. Helst að þessi orðræði hafi almenna menningarsögulega þýðingu sé til vitnis þá listamenn sem Valtýr hafði velþóknun á hverjum tíma. Sem auðvitað gott að veita þegar kemur að greiningu á innbyrðis samskiptum listamanna, það að segja dýnamík myndlistarlífsins. Sem sagt, að hluta til finnst mér ég vera hér á röngum, jafnvel fölskum forsendum, ef markmiðið með þessu málþingi öðrum þræði að taka myndlistarrými Valtýs til jákvæðs endurmats. En í persónulegri viðkynningu var hann hins vegar hinn dægilegasti, voru hann bráðskemmtilegur, bara svo að því sé aldrei til haga. Að því sögðu auðvitað sanngjarnt að bæta við, ef ég vildi ekki skrifa myndlistarrými svo Valtýr, hvernig vildi ég bera með það? Eftir að Ólafur Jónsson, bókmennagagnrýnandi sem að þá ritstýrði menningarefni fyrir Vísi, bauð mér ótakmarkað pláss á síðum blaðsins fyrir skrifu myndlist, upptendraðist ég allur af hugsjónaeldi og sendi honum eins konar manifest til birtingar. Þar lýsti ég því yfir að ég vildi umfram allt láta myndlistamenn njóta sannmælis. Ólafur, sá gamli refur, var halla glottuleitur þegar hann rétti mér útkrotaðan texta minn og sagði að ég ætti nú ekki að reisa mér hurðarásum öxl áður en ég byrjaði að skrifa. Þegar ég lít tilbaka mér ljóst að viðmið mín voru umfram allt starfandi listfræðingar og myndlistagagnrýnendur í Bretlandi á námsárum mínum þar í landi frá 67 til 1974. Fjölmenntaðir og velskrifandi menn sem voru jafnvígir á barokk myndlistina sem sýnd var í National Gallery í Lundunum
og ameríska minimalist í Tate-safninu í nefni John Golding og David Sylvester. Og svo hreifst ég af eldmóði og sannfæringarkrafti nokkurra gagnrýnenda með sérþarfir, til dæmis Peter Fuller og Caroline Tisdall. En ef ég ætti að nefna einn mann sem fyrir mér sameinar í sér allt það sem góður gagnrýnandi þarf að hafa til að bera, stílsnilld, yfirburða þekkingu á mörgum sviðum og mikinn metnað fyrir hönd myndlistarinnar, aðeins það besta er nógu gott, þá væri það tvímælalaust Robert Hayden Hughes. Fæst komust við með tærna það sem hann og raunar allir þeir sem hér hafa verið nefndir hafa hælana. Smám saman lærðist mér að myndlistarýnandi stendur einungis frammi fyrir tveimur spurningum. A. Hvernig kemst myndlistarmaðurinn að þeirri niðurstöðu sem blasir við í verkum hans? B. Hversu marktæk er þessi niðurstaða? Allt annað leiðir af þessum tveimur spurningum. Sjálft matið á framlagi listamannsins sem menn eru svo uppteknir af og er í raun ekki nema hluti af umfjölluninni spinnst svo út frá síðari spurningunni. Og þá nægir ekki að lýsa því yfir eitthvað sé áhugavert. Ekki geti ég sagt að ég hef verið tiltakanlega hugrakkur á þessum tímamótum í lífi mínu. Mér þótti auðvitað upphefð að því að vera dregin inn í harðskeytt teymi gagnrýnenda á Vísi. Og myndlistaskrif voru ágætt búbót á þeim tíma. Mér minnir að með því að skila inn 2 greinum á viku bæri ég úr bítum hálf mánaðarlaun venjulegs blaðamanns. Þar að ekki sinnti ég fullri kennslu við handið og myndlistaskólan. Tvennt var að helst sem gerði listgagnrýnenda á Íslandi erfitt fyrir á miðjum 8. áratugnum. Annars vegar var vöntun á upplýsingum. Fyrir utan myndlistarsögu Björns T. Björnssonar lágu upplýsingar myndlistamenn og myndlist hreint ekki á lausu. Á yfirlitssýningu á verkum einhvers málsmetandi listamanns og Listasafni Íslands var til dæmis erfitt að gera sér grein fyrir því hvernig myndlistans hafði þróast eða hvernig tengslum hans við aðra listamenn var háttað nema með tímafrekri eftirgrennslan. Hvað þá að leggja mat á frumleika listamannsins. Þar gat íslenskur gagnrýnandi einungis stuðst við reynslu og uppsafnaða þekkingu, sem var einmitt það sem að byrjandan skorti. Óhjákvæmilega voru því ýmis feilspor stigin á þessum upphafsárum. Kunningja þjóðfélagi gat einnig tyggið á taugarnar. Myndlistar samfélagið á litla Íslandi var lítið og margt viðkvæmar og móðgurnargjarnar sálir. Og hefur sjálfsagt lítið breyst hvað það snertir. Á mannamótum varð gagnrýnandinn að gæta orða sinna. Vinsamlegt spjall á sýningaropnun var stundum til þess að sýnandinn taldi sig eiga stuðning gagnrýnandans vísan. Gottið ekki aldur og ævi. Og þá upphófst auðvitað grátur og gnýstran tanna þegar gagnrýnin birtist í blöðunum. Oftar en einu sinni var ég kallaður óvæginn í umsóknum mínum. Samt held ég að ég hefði verið langt í frá jafn harðskeyttur og Ólafur Jónsson kollegi minn sem lét hvorki frendsemi né vináttu sambönd aftra sig frá því að skera skáldmenni niður við tróg í blaði sínu. En óneitanlega reyndi nándin í samfélaginu stundum á siðferðisþrek gagnrýnandans. Þetta var þá. Eða hvað með myndlistargagnrýni á Íslandi í nútíð sem mun einnig vera hér til umræðu. Hér stend ég og væntanlega þessi samkoma öll frammi fyrir nokkur vanda því myndlistarrýni eins og hún hefur verið stunduð meðal vestrænna menningarþjóða í hartnær 150 ár fyrirfinnst þér ekki lengur. Og umræðan hér í dag ætti því fyrst og fremst að snúast orsakir þessa ófremdar ástands. Þá er ég ekki að tala svo kallaða myndlistar umfjöllun fjölmiðlana, kynningarefni, fréttatilkynningar, viðtöl, fréttir af uppboðum heima og erlendis, frásagnir af sýningum
og netspjall af ýmsu tagi. Á slíku efni engin hörgull. Ég á við hérna upplýstu greiningu og mat þar til bærra og óháðra aðila út í bæ á því sem á sér stað í sýningarsölum og söfnum og þær niðurstöður sem þeir draga af því sem þeir sjá. Í stuttu máli þær gjöfulu og oft gagnrýnu samræður sem ávallt verða að eiga sér stað milli listamanna og þeirra sem eru aðnjótandi verka þeirra ef eitt menningarsamfélag á að standa undir nafni. Á Íslandi tíðkast ekki lengur að hafa skoðanir á myndlist. Því líður hún áfram í átakalausri lokmollu. Þetta ástand nánast án fordæmis ef litið til myndlistarýninnar á landinu frá upphafi vega. Hvað sem annars má segja hana og Rannsó hefur nú sagt okkur sitthvað markvert, þá var hún ætíð knúin áfram af sterkum skoðunum einstaklinga víðsvegar í þjóðfélaginu á hugmyndarlegum markmiðum eða vinnubrögðum listamannanna. Og fyrir 30 árum birtust umsagnir myndlist reglulega í 5 dagblöðum, fyrir utan lesendabréf og annað aðsend efni. Og þá finnst mér merkilegt að myndlistin ein skuli búa við þetta ástand. Leiklistin í landinu vekur iðulega upp sterkar tilfinningar bæði meðal gagnrýnenda og leikhúsgesta. Það höfum við fjölmörg dæmi. Gagnrýni á bókmenntir hér lífleg og fjölbreytileg bæði í dagblöðum og tímaritum. Tónlist, jafnt sígild tónlist sem dagurtónlist, fær skjóta og ítarlega meðhöndlun þar sem frammistaða flytjanda metin. Jafnvel listdans sem á sér ekki langa sögu á Íslandi reglulega tekin til gagnrýnar skoðunar í fjölmiðlum. Hvað hefur gerst? Sennilega einum of einfalt að kenna sparnaðar ráðstöfunum fjölmiðlana sem áður héldu upp í gagnrýni menningarumræðu eða myndlistarumræðu. Þessi sparnaður vissulega hluti af skýringunni, en af hverju kemur þessi sparnaður þá fyrst og fremst niður á myndlistinni? Nú höfum við búið við þetta ástand nokkur ára skeið og mest undrast ég langlundar geð allra þeirra sem eiga hagsmuna gæta, listasafnana, listamanna og áhuga fólks myndlist. Ég hef til dæmis ekki orðið var við áskoranir til fjölmiðla með kröfum úrbætur, aukna áherslu á gagnrýna umfjöllun, hvorki frá samtökum listamanna eða söfnunum. Ekki hafa samtökin listfræði sem við tilhörum mörg, heldur látið sig þessa ávöndun varða, þótt hún hafi bein áhrif á afkomu okkar. Þá best að spyrja þá fulltrúa safnana sem hér eru stændir. Nægir ykkur að búa til umfjöllun eigin sýningar í formi kynningarefnis og vel staðsettra viðtala í blöðunum, eða þykir ykkur ekki auka á vægi sýningan í samfélaginu, vera menningarlegur virðisauki þeirra, svo má segja, ef þær vekja upp umræður meðal óháðra og alvarlega þenkjandi aðal út í bæ, eða skipta aðsóknartölur söfnin öllu máli. Ég hef ævinlega litið á framlag listamanna sem hluta af samræðu, einhvers konar yfirlýsingu sem beint til okkar hinna. Stundum eru þessar yfirlýsingar ekki svara verðar, það eins og gengur og þá leiðir maður þar hjá sér. En séu þær settar fram af tilhlýðilegri þekkingu og í fúlustu alvöru sjálfsögð kurteisi að bregðast við þeim með einhverjum hætti. En hvers konar menningarsamfélag það sem árum saman virðir myndlistamenn sína ekki svars? Þykir þeim sjálfum ekki önugt að fá hvergi vitsmunaleg viðbrögð við því sem þeir eru að segja. Og þeir myndlistamenn sem hér eru staddir geta kannski upplýst okkur það. Í framhaldi af þessum hugleiðingum hefur raunar sótt að mér svo vægast sagt óþægilega hugsun að myndlistarýni eins og við þekkjum hana og raunar öll alvarleg menningarýni sé smá saman að víkja fyrir einhvers konar allsherjar kerfi.
þar sem framlag listamanna og sýningarstofnana ekki lengur metið eftir því hvernig gagnrýnendur og aðrir menningarvitar bregðast við því, heldur eftir umfangi fréttatilkynninga og frásagna í blöðunum og fjölda viðtala sem birtast í tengslu við þetta framlag. Að viðbættri athygli sem afþreyingapressan veitir listamönnum, til dæmis með því að slúðra þá og birta myndir af þeim á mannamótum. Þar við bæta svo lækin á fésbókarsíðum myndlistamanna og safna. Hugsanlega eru þó hvort ekki myndlistamenn og myndlistastofnanir að bera úr býtum þau viðbrögð sem þau kæra sig helst En það verður býsna lítið eftir fyrir eftirkomendur okkar að móða úr vilji þeir kynna sér áhrif myndlistarinnar á menningarumræðina á Íslandi á 21. öldinni. Takk fyrir. Kæra þakkir Aðalsteinn fyrir þetta áhugaverð erindi. Margar spurningar sem vakna sem ég vona við höldum áfram með hér á eftir. En áður en við gerum það ætlar Magnús Geirsson að stíga hér í pontu og færa okkur aðeins út í heim og fjalla gagnrýni og sölugallerí fyrir myndlist í nokkrum nágrannalöndum okkar. Magnús Geirsson listfræðingur og lauk doktorsprófi frá University of Leicester í Bretlandi árið 2009 og rannsókn hans fjallaði þar tilurð menningarverðmæta í sölugalleríum fyrir myndlist í London, Kaupmannahöfn og Reykjavík. Áhuga á rannsóknarsvið Magnúsar meðal annars gallerí og listmarkaðir, söfn, hinsegin list og listamenn, sýningarstjórnun og áhrif fræðikenninga á framleiðslu myndlistafólks. Magnús rekur gallerí Gest Farandgallerí 2011-2017 og stýrir núna sýningum í gallerí 78 sem rekið í samvinnu við samtökin 78. Gjörðu svo vel, Magnús. Komið þið sæl. Gaman að sjá okkur svona mörg og falleg á þessum degi. Ég ætla að þess að fjalla þessi mál út frá sölugalleríum og mörkuðum og svona ýmsu af því taginu. En áður en við byrja vil ég þakka fyrir það að mér var boðið að taka þátt í þessum selskap og eins og þið sjáu þarna þá mynd af gagnrýnanda, smá skúlptúr, brjóstmynd og sem sýnir gagnrýnandan frá tveimur hliðum. Andlitssvipurinn sterkur, kraftmikill, karlmannlegur. Þetta stórgáfaður maður með vindinn í fangið og tilbúinn að takast á við þrautir og flóknar vísanir listamannanna. En bakliðin svo sem ósköp venjulega, þetta getur verið hver sem að labba niður stræti og hefur kannski gleymt regnlífinu sinni heima. En það sem að ég með nokkur leiðarstef í þessu og í formi spurninga og ég ætla að reyna að leita svara við þessum spurningum auðvitað og kannski koma fram ykkur svör við þeim spurningum sem að Aðalsteinn spurði og viðbætur við það sem að Rannsú sagði, þannig að ég á von á svona skemmtilegum samræðum við þessa tvo öðlingsstrengi og þá sem að koma hérna á eftir. Og ég vísa til svona fræðafólks og gagnrýnenda og líta á nokkur listtímarit og vefrit og gallerista sem að
höfðu tíma til þess að svara þessum spurningum sem að ég legg þarna upp með til þeirra. Og þessir galleristar eru starfandi í Kaupmannahöfn og London og Reykjavík. Og með svona stuttum fyrirvara þá er ekki hægt að leggja fyrir galleristana langar og flóknar spurningar og þetta er fólk sem að er mjög upptekið alla daga og hefur mikið umleikis bæði af listamönnum og ekki síður peningum. Áður en lengur er haldið, þá langar mig aðeins svona til þess að gera smá svolítið ættfræði yfirlit. Svona til þess að reyna svona að gefa hugmynd ættfræði umræðunar og þeir sem að sko framleiða merkingu og verðmæti eru þarna eins og Bourdieu segir, gagnrýnendur, útgefendur, galleristar og galleristjórar og þeir framleiða neytendur sem eru færir að þekkja listaverk og Janet Wolf bætur betur og nefnir þennan valdaöxul sem að hefur verið kom upp á tímum impressjónistana þar sem að dílerinn og gagnrýnandinn unnu saman til þess að koma listinni á framfæri og það var auðvitað impressjónismin sem að var nýja listin á þeim tíma og þeim hefur tekist að skrifa impressjónisman svo rækilega inn í listfræðina og listasöguna að það er ekki hægt að fara framhjá henni og við erum ennþá að vitna í impressjónisman, við erum ennþá að vinna úr honum og fjalla þessa snillinga sem að voru þarna verki og þessa samvinnu þessara tveggja afla eða þessa valdaöxuls og í rauninni þá á sinn hátt þá sannar Janet Wolf að tilvist þessa bandalags. Síðan gerist það árið 1979 að það verður breyting í breskri pólitík og pólitík alls hins svokallaða vestræna heims og þegar Karsten Schubert sem að var fyrstur til þess að uppgötva nýju bresku listina, Breta listamennina, lítur tilbaka, þá sér hann þetta gerast og það sem að gerast þannig að myndin virðist vera að breytast og einkavæðingar hugmyndir Thatcher og hennar ríkisstjórnar virðast vera farnar að hafa áhrif beinlínis á það hvað gagnrýnendur, hvaða hlutverk þeir hafa í samfélaginu og hann eiginlega að segja okkur þau tíðindi að gagnrýnandinn hafi bara hreinlega runið til grunna. Það var ekki þörf á þessum sérfræðingi lengur, hann skiptir ekki máli og þegar kritikerar afneita verðmætum einhverja verka þá fara kaupendurnir samt og kaupa þau og þannig að á sinn hátt þá sýnir þetta auðvitað það að þeir hafa áhrif en
þeir hafa kannski svolítið önnur áhrif en þeir hafðu haft fram að þessu líka. Og þetta svona eitthvað skonar andsnúin viðbrögð og þetta sýnist mér að hafi komið betur og betur í ljós eftir því sem að leið á 10. áratuginn þegar Saatchi keypti myndlist eins og að fara út í búð og kaupa sér mjólk og brauð og annað sem að þarf. En gagnrýnandinn útbúðar verki eða listamanni og þeir sem kaupa, markaðurinn eða hvað við kallum það, þeir hlaupa stað og segja, hei, þessi gagnrýnandi er ekkert hrifinn af þessu nýja dóti þarna, við skulum bara fara að kaupa það. Og þetta virkaði, þetta virðist hafa virkað allan 10. áratuginn og haft sín áhrif en þann dag í dag. En við skulum aðeins líta til Kaupmannahafnar. Þar galleristinn Niels Sterck og hann opnaði fyrst galleri á Íslandsbryggju í Kaupmannahöfn upp úr 2000 þegar það varð afar stórkostleg sprengja í myndlistarheiminum í Danmörku og á þessum tíma upphafi 10. áratugarins, upphafi þessarar aldar fyrirgefiði, þá voru jafnvel bresk listtímarit farin að fjalla þessa atburði og þetta vakti auðvitað forvitni mína. Og það var til á Íslandsbryggju samfélag gallería, nýrra gallería sem sinntu algjörlega nýrri list á þessum tíma og enn þann dag í dag. Hins vegar verð ég að segja það að þeir hafa ekki öll þessi galleri eru horfin nema galleri Niels Sterck og Nikolaj Wallner sem eru ennþá, en þau eru flutt frá Íslandsbryggju og minnir mig í gömlu Carlsberg bruggverksmiðjurnar. En hann trúir á gagnrýni og að gagnrýnin geri listamann sýnilega og hann trúir því líka að arkæfið í galleríunu sé mikilvægt og þurfi að vera til staðar til þess að kynna starfsemi bæði listamannana og galleríuna. Og svo höfum við Lisbeth Bonne sem danskur listgagnrýnanda og sem að á sama tíma þessi sprengja verður í listinni í Danmörku að þá fer gagnrýnin að dragast saman og það verður til svona skemmtiefni eins og Rannsó og Danir taka þátt í því með svona þessu kunstkvissi og dægurmenningin hún kvartar yfir því, Lisbeth Bonne, að dægurmenningin sé að taka yfir alla alvöru umræðu myndlist og listfræðingar og gagnrýnendur ræða þetta mál í alþjóðasamtökum listgagnrýnenda en ekkert virðist neitt breytast en hlutverki gagnrýnandans að breytast frá þessari faglegu gagnrýni yfir í eitthvað svona populisma og þetta verður svona það sem listgagnrýnendur hlaupa á milli alls konar starfa og alls konar miðlum, gera eitt í dag og annað á morgun og svona ósköp svipað og þetta ósköp svipað og vera
lausráðinn kennari í listfræði, hlaupandi á milli menntastofnana. Og þannig að ég skil ósköp vel þá frústrasjón sem hlýtur að ríkja á meðal gagnrýnenda og hún segir þarna að það sé bara einn gagnrýnandi í fullu starfi á dansku dagblöðunum. Þannig að þegar svo komið að það ekki einu sinni fastur starfsmaður sem að skrifar gagnrýnina, þá held ég fokið í flest skjól. Já, ég fór í Norræna húsið og leit eftir því hvað var þar, en Lisbeth Bonne mælir með þessum nettímaritum og ég búinn að fylgjast með Copenhagen Magazine meira og minna síðan það var stofnað snemma á þessari öld og þar hefur verið mjög virk og fagleg og uppbyggjandi umfjöllun myndlist og auðvitað þegar ég frétta þessum að þá fór ég að fá Kunstkritikk og Kunst.nu inn í inboxið mitt og get fylgst með því sem að þau að fjalla en öll þessi netrit þau njóta opinbers stuðnings. Þau standa ekki greinilega undir sér ein og sér og það mjög lítið ef nokkuð af auglýsingum. Síðan eru þessir prentmiðlar sem eru til í Norræna húsinu sem af ýmsu tagi en þeir virðast vera á því plani sem að Bonne varar við. Þetta bara allt svona stuttar og poppaðar kynningar sem að taka ekki á myndlistin og því sem að listamenn að gera. Þetta verður svona eitthvað notalegt afskiptaleysi en þó þannig að við getum sagt já við erum nú kannski svolítið aðeins að fylgjast með þessu og segja ykkur frá því sem að gerast. Og ég ætla að fara til Bretlands núna og við skulum líta aðeins á þessa gagnrýni þar sem að talað svona eitthvað svona lágmarks orðaskjal til þess að gera gagnrýnendur kleift að tala myndlist og virða hana sem svona neysluvöru og þetta auðvitað ekkert fallegt gagnrýnenda sem að beitir og óverðskulduðum áhrifum úr ásæti sínu til þess að verðleggja myndlist. Þannig að þessi verðþáttur ennþá þarna mjög mikið inni, alveg svona kannski svolítið í ætt við það sem að Carsten Schubert hafði í frammi. Það var ekkert mjög auðvelt að ná í galleristana í London, þess vegna get ég ekki neitt vitnað í þá, en ég fann það út að bara Victoria Miro galleri, sem mjög stórt galleri, virðist hafa fengið síðan 2003 það bil 10 umfjallanir gallerið og í BBC. En svo Space Station 65, það Engin og Andrew Mummery sem var mjög umsvifamikill galleristi fyrr á þessari öld, hann hefur ekki fengið neina umfjöllun og svo spurningin en gagnrýnandinn hann ekki bara sprækur og á fullu en það bara bendir allt til þess að hann sé í kreppu, tilvist hann sé í kreppu, ekki vegna þess að hann vilji það sjálfur heldur vegna þess að þetta fjölmiðla umhverfi hefur hrakið hann út úr umræðunni
og þeir elta verkefni fram og aftur og eru rukkarar, endalaust að rukka og þeir sem eru komnir á miðjan aldur á ferli sínum óttast atvinnuleysi og reyna að poppa sig upp og vera svona up to date og skrifa svona svolítið poppaða gagnrýni en það ekki að skila sér. Þeir sennilega fá það ekki. En við fáum hins vegar svona innantóm stjörnuviðtöl þar sem að þeir sem fjalla liststjörnurnar hafa ekki hugmynd hvað þeir eru að fjalla og hafa engan áhuga. Þeir hafa meiri áhuga á því að borða snittur og drekka víni þegar stofnanir eins og ICA eru að kynna nýjar sýningar og það sem að þau hafa fram að færa og svo birta þeir fréttatilkynningarnar óbreyttar. Nú ég með smá pæling Lawrence Alloway. Mér fannst að hann væri svolítið svona á sama stað og Valtýr aðhildi svona sömu skoðanir. En svo það galleristarnir okkar á Íslandi. Ég vildi ekki birta nöfn þeirra og kallaði bara gallerista U og gallerista N. Og stafirnir eiga ekkert skilt við nöfnin þeirra, þannig að það bara ég og þeir sem vitum hverjir þetta eru. En það kemur fram hjá þeim að gagnrýni mikilvæg og það lítið hana og lítil gagnrýni dregur úr áhrifamætti sýninganna og listamannana sem að þeir eru að vinna með. Þannig að það má spyrja svona, jæja, og hvað svo? Það má kannski líka kalla þetta kvóta eins og hún Þóra kallaði þetta þegar ég talaði við hana fyrir rannsóknina mína. Sem þannig að við fjölluðum þig og sýninguna í galleríunni í síðasta mánuði og nú getum við ekkert fjallað þig og þitt gallerí eða þína listamenn fyrir næsta ári. Þannig að það alltaf verið að rjúfa þetta ferli sem að virðist gegnum gangandi í öllum þessum dæmum sem að ég hef svona vitnað í. Og síðan eru þessir valdaöxlar, listamenn, gagnrýnendur og þar sem engin gagnrýni og spurninga það hvort að það sé ekki bara rétt sem að Karsten Schubert segir að markaðurinn, hann bara stjórnaði þessu. Lesendurnir bara vilja fá þetta innpakkað í svona stutt þægilegt og eitthvað sem þeir geta gleymt strax eru búnir að loka blaðinu. En listamenn vilja auðvitað ekkert gleymast og það engin ástæða til þess að gleyma þeim heldur. Það þarf að halda þeirra mikilvæga verki á lofti og þannig að ég ætla bara að enda þetta með því að kalla eftir fjölmiðlum, bara að segja gerið þið ykkar skyldu við myndlistina í landinu. Gerið hana sýnilega á síðum blaðan ykkar og þar með þakka ég bara fyrir mig. Kæra þakki Magnús. Margt athyglisvert sem þarna kom fram og vonandi fáum við einhver svör frá þeim sem koma nú hér á eftir. Einn vettvangur sem að þú nefndir var netið og netmeilar sem fjalla myndlist og við ætlum einmitt að fá Helgu Óskarsdóttur að fjalla netið sem vettvang fyrir myndlistagagnrýni og byggir á reynslu grasrótarinnar, en Helga myndlistamaður og ritstjóri Artsign vefritsins myndlist sem var stofnað fyrir tæpu ári síðan
og það eru birta fjölbreyttar greinar myndlist og það einnig vefgallerí og Helga hefur áður rekið tísgallerí. Gjörðu svo vel, Helga. Og við ætlum nú að setja hérna upp vefsíðuna hennar. Þetta er nú við. Með sæl. Já, sem sagt, yfirskriftin á mínum pistli netið vettvangur fyrir myndlistagagnrýni, reynsla grasrótarinnar. Og ég skrifaði þennan pistil út frá þessu og sem sagt, þegar ég fyrir rétt rúmu ári ákvað að setja á laggirnar vefrit þar sem fókusinn væri á samtímalist á Íslandi, þá var það ákveðið viðbragð við þeirri staðreynd að það var vöntun á vettvangi fyrir þessu umræðu eins og fram hefur komið hér hjá fleirum. Þegar ég átti samtöl við myndlistamenn og annað fagfólk innan greinarinnar, þá var ekki sjaldgæft að talið veki að þessu. Heyrist í mér? Gjarnan var rifjuð upp sú gullaldartíð sem samt ekki í neitt ógurlega fjarlægri fortíð, þegar flestar sýningar á sviði samtímalistar fengu umfjöllun, gagnrýni og oft fekk sama sýningin umfjöllun í fleiri en einu miðli. Já, þetta var sannarlega góð þjónusta sem eftirspurn var eftir og einhvern veginn svo sjálfsögð fannst manni þá. Þegar ég var að fikra mig áfram á vegi listarinnar rétt upp úr útskrift, þá sýndi ég mína fyrstu einkasýningu á Mokka. Halldór Björn Runólfsson skrifaði hana. Hann vitnaði í listasöguna og benti á samhengi á milli verka minna og eldri erlendra listamanna. Fólks sem hafði markað spor sín í listasöguna. Þetta hafði mikið gildi fyrir mig og þá kemur inn á þetta sem að Rannsú var að vitna í Valtý. Þetta hafði gildi fyrir mig bæði hvað varðar að nógu mikið mark var á manni tekið til að málsmetandi listgagnrýnandi nennti að leggja sig eftir að rýna í verkið sem og auðvitað menntunarlegt gildi rýninnar sjálfrar. Á þessum tíma var þetta bara þannig að flestu verkefni sem maður lagði vinnu sína í fengu umfjöllun. Svo drakk maður auðvitað í sig það sem var skrifað alla hina og það átti þátt í því að maður eignaðist tungumál til að tala myndlist. Leið og þessi upplýsingaveita hafði mikil áhrif á listamennina sjálfa, þá var hún svo sannarlega menntandi og upplýsandi fyrir allan almenning sem hafði áhuga á listum og menningu. Svo ég spóli áfram á tímalínunni til þess tíma þar sem ég var að velta fyrir mig möguleikanum á að setja upp vefmiðil. Vettvang þar sem þessi umræða sem við höfðum svo mörg saknað gæti orðið að veruleika, þá byrjaði ég á því að gera óformlega skoðanakönnun meðal myndlistamanna og annarra sem láta sig mál myndlistarinnar varða og viðbrögðin voru á einn veg. Fólk vildi sjá þetta verða að veruleika. Það nú svo að það eru miklir möguleikar sem opnast með tilkomu netsins og vefmiðla. Í fyrsta lagi hægt að setja upp slíkan vettvang án mikils fjárhagslegs tilkostnaðar. Auðvitað bara hálf sagan sögð þó búið sé að setja upp rýmið, en að því gefnu að til sé fólk sem vill leggja verkefninu lið með vinnuframlagi og gagnrýnu samtali, þá þessi vettvangur virkilega spennandi kostur. Eitt af því sem fallegt við netið að það stendur öllum opið. Þú þarft ekki að biðja leyfi. Það þarf engin annar að velja þig til verksins. Þú getur bara gert þetta ef þú hefur orkuna, áhugann og einhverja grunnþekkingu á því hvernig hægt að setja fram efni á netinu. Þegar haldið af stað í svona ferðalag, þá einhver hugmynd í loftinu, eitthvað leiðarljós sem maður eltir, en svo gerist kannski eitthvað allt annað en maður hafði séð fyrir sér. Svona fyrirbæri hafa tilhneigingu til að eignast sitt eigið líf, sinn karakter sem birtist hægt og rólega og stundum hratt og örugglega. Sem fjölmiðill Artsýn í ferlinu að finna sína rödd. Okkur hefur verið einkar vel tekið og já, þegar ég tala Artsýn, þá tala ég okkur hjá Artsýn. Mér hefur aldrei liðið eins og ég ætti Artsýn ein, enda getur það ekki verið til með mig eina að streða sóló. Þetta verk margra sem hafa áhugann og ástríðuna. Artsýn var hugarfóstur sem kviknaði út frá ótal samtölum vöntun og vettvangi þar sem umræða samtímalist í öllum sínum fjölbreytileika gæti farið fram. Ég óskaði mér og óska enn að Artsýn fái að vera vettvangur sem stendur opinn þeim sem hafa áhuga á að tjá sig málefni myndlistar og þjónusta við þá sem vilja lesa hana. Yfirskrift erindis míns
netið vettvangur fyrir myndlistagagnrýni reynsla grasrótarinnar. Þetta er mjög svo tímabær pæling. Það spretta upp vefmiðlar eitt og annað menningatengt og þeir sem að vefjunum standa hafa frelsi til að vinna með þann karakter sem hugur þeirra stendur til. Það er mikilvægt því þannig þroskast umræðan og menningarfyrirbærið fær rými til að vaksa neðan frá og upp frá grasrótinni sem getur tjáð sig á eigin forsendum. Það er að mínu mati mikilvægt leið og það er mikilvægt fyrir grasrótina, ungt listafólk, að reynslumeiri einstaklingar hafi áhuga og skoðun á því sem það er að gera. Við sem samfélag þurfum á því að halda að öflugu samtali sé haldið úti menningu og listir. Ef myndlistin fær ekki rými í fjölmiðlum þá hættir hún að vera raunveruleg og mikilvægi hennar gagnvart samfélaginu verður ekki eins áþreifanleg. En á meðan flesti fjölmiðlar sýna myndlistinni svona skammalega litla athygli, þá getum við unnið með hinn anarkíska miðil, fólksins, netið. Þar sem það er nóg pláss fyrir þá sem vilja og geta. Þessi þróun sem hefur átt sér stað með netið, hún verður ekki tekin tilbaka, hún heldur bara áfram og það eru alveg ótrúlega skemmtilegi hlutir að gerast og það sem að fólk er með eigið frumkvæði, það er jafnvel verið að opna sýningasali á netinu. Þannig að það er svona verið að opna möguleika bara fyrir þá sem að er að leita sér að tækifærum til að láta efni sitt út. En það er samt það er staðreynd að við þurfum á hinum almennari og stóru miðlum að halda til að halda þessar umræðu úti og þegar ég átti mitt tímabil sem galleristi þá var ég í samskiptum við fjölmiðla. Ég hringdi þeir ótal símtöl að reyna að fá athygli fyrir verkefnin og listamennina sem voru að sýna hjá mér, allt flotti listamenn og sýningar sem ég var virkilega stolt af og það var svona svolítið eins og maður væri svona að trufla, það var svona. En svo voru einstaka inn á milli og ég vil bara, ekki taka það af þeim sem að hafa staðið sig að það eru einstaklingar inn á blöðunum og inn á fjölmiðlunum sem að hafa virkilega mikinn áhuga. En það er bara kannski eitthvað svona heildar andrúmsloft, eitthvað attitude sem að verður að breytast tilbaka. Og ég man eftir í kringum, það var eitthvað í kringum 2000 og þá sem sagt bjó ég með manni sem að skrifaði tónlistagagnrýni. Og hann var að vinna á, ég ætla ekki að nefna miðilinn, en það var þekkt dagblað hér í bæ. Og það kom nýr ritstjóri og það var allir í menningarumfjöllun hent út, tónlist, myndlist, öllu. Það var bara sópað á borðinu og það var eitthvað svona vegna þess að listir og menning hafðu ekki nógu mikið svona auglýsingalegt vægi, það bara það seldi ekki. En sem betur fyrir eru góðir hlutir að gerast inn á milli, við viljum bara sjá meira af því. Og ég held að þetta bara, þau geta allt starfað hlið við hlið, netið og svona hinnir hefðbundnu miðlar. Og svo bara þakka ég fyrir mig. Kæra þakkir Helga, vekur okkur sannarlega til umhugsunar og við erum með fulltrúa nokkra þessu hefðbundna miðla. Kannski einmitt þeirra sem hafa staðið sig vel. En fyrstur, eða næstur á dagskrá er Einar Falur Ingólfsson sem vinnur við Morgunblaðið og hann ætlar að segja okkur frá Morgunblaðinu og myndlistagagnrýni, stefnumörkun þar og markhópum, en hann er ljósmyndari og umsjónarmaður menningarefnis í Morgunblaðinu og hefur verið með þar annan fótinn síðastliðin 37 ár. Hann er með BA-próf í bókmenntafræði og meistaragráð í myndlist með áherslu á ljósmyndun og hann var í 12 ár myndastjóri Morgunblaðsins en hefur síðasta áratug einbeitt sér að eigin myndlistariðkun með ljósmyndamiðilinn samhliða því að starfa sem menningarblaðamaður og kennari og rithöfundur. Gjörðu svo vel. Mjög góðan daginn. Takk fyrir að bjóða mér hingað. Ég náttúrulega hef kannski Ég þeim sporum að ég get staðið hér bæði sem frústreraður myndlistarmaður en líka verkpíndur blaðamaður og hér er dregin upp svo dökk mynd af myndlistarumfjöllun í fjölmiðlum í Íslandi. Hún er jafn svört og peysa sigri í dag en sem betur verið væri nú með Morgunblaðið í dag með mér og mér finnst nú líka ástæða að benda á þegar ég byrja að tala að það er nauðsynlegt að vera sanngjarn líka stundum
þegar fólk segir að sé ekkert gert, benda á í Morgunblaðinu í dag er ein opnaðu myndlist. Það er sem að gagnrýni, sjáðu þið, myndlistagagnrýni, því hún er ekki alveg horfin. Það er búið að sami kvótin á myndlistagagnrýni frá hruni í Morgunblaðinu, 3-4 pistlar á mánuði, sem er ekki mikið frá þeim tíma þegar var skrifað allt, en það er samt viðleitni og það hefur ekki verið skorið niður síðan þá. Bara rétt að benda á þetta. Við erum með opnu í dag, það var opnað í gær, það var opnað í fyrradag. Það er búið 7 síður myndlist í Morgunblaðinu bara í þessari viku. Þannig að stundum er sjálfsagt að vera líka sængjarn, verður ég að segja, sko. Þetta er ekki alveg horfið, þótt að ég sé líka mjög frústreraður stundum, sko. En ástæðan er þetta líka svo að sem inn í þessu umræðu að þegar við gerum kröfu ákveðið efni eins og gagnrýni, þá kostar gagnrýni og við vitum það öll og það er svo glíma sem ég stend í þegar ég er að halda utan þessa hluti. Þetta kostar og það kostar líka fyrir okkur sem neytendur að njóta. Og við þekkjum það öll hérna inni að fólk hefur til dæmis kosið að hætta að kaupa minn miðil, þar sem ég hef verið í 37 ár með annar fótinn og það hefur breyst mjög mikið það starfsumhverfi vissulega, en það er samt verið að halda hlutum gangandi. Og þegar við talum að sé ekkert gert, segjum það sé lítið eða fólk sé að reyna, bara bendu það í mínu fjölmiðli, við erum með 28 til 34 síður af menningarefni í hverju einustu viku. Og sá fjöldi breytist aldrei. Og við erum 4 sem vinnum við þetta, vissulega vorum við 9 þarna fyrir hrun, og þegar ég byrja að vinna sem menningarblaður á Mogganum til 1990 og 91, þá sjáum við svokallar menningarblað við Súsanna Svavarsdóttir, þá var sú staða að það var skrifuð rýni alla bækur, það var skrifað eiginlega allar sýningar, alla klassíska tónleika. Það var ritari á blaðinu sem hélt utan að taka á móti þessu efni. Jóhann Hjálmarsson sá bara að höndla með rýnina. Þetta er allt breyst, við vitum það. Þessi veruleiki gjörbreyttur. En það eru samt ákveðnir hlutir í gangi. Þannig að myndin er kannski ekki jafn kolsvört og peysa mín, en hún er dökk. Og þessi mynd sem við erum að draga upp hérna, hún er líka sama mynd og maður upplifir á nágrannalöndunum, í nágrannalöndunum vissulega, eins og hefur komið fram til dæmis hjá Magnúsi hér. Og þá get ég til dæmis stíð inn sem myndlistarmaður. Ég er sjálfur með stóra safnasýningu í Danmörku núna, en sýningin er á Fjóni sem gera verkum að frílansrýnarnir hjá dönsku blöðunum, það er sama staðan hjá Morgunblaðinu, það var hægt að borga ferðakostnað fyrir þá. Þannig að þeir geta farið eigin vegum til Fjóns eða vilja og fengi borga við rýnuna, en þeir fá ekki borgað fyrir kostnaðin fyrir að rýna. Þannig að staðablöðin hafa bara fjallað mína sýningu sem dæmi, blöðun á Fjóni. Þannig að þetta er sama mynd og við höfum hérna, þetta er sama myndin og er annar staðar og er að svona frústrera okkar listamenn vegna þess að í umræðunni eins og við komum hér fram þá er rýnirinn náttúrulega mjög mikilvægur þáttakandi í þróuninni, í gerjun frá grasrót og upp til hinna virtu viðurkennendur sem eru sýndir í söfnum eins og hér. Og það er náttúrulega mjög hættulegt og alvarlegt ef að það samtal er ekki lengur til staðar. En það samtal hefur líka breyst eins og Rannsú og Aðalsteinn voru að benda hérna réttilega á. Og við þekkjum þetta allt sem fylgjumst mjög mikið með rýni og nú hef ég lesið myndlistarrýni af Ástríðu áratugum saman og geri enn og ég á mínu hetju líka eins og Aðalsteinn Robert Hughes. Og ég var nú svo heppinn til dæmis með Robert Hughes, hélt ég að hann bjó á hæðinni frá vinni mína í New York og ég hitt hann einu sinni og spurði hann hvort ég fengi ekki viðtal við hann að ræða gagnrýni og að sameiginlegt áhugamál okkar fluguveiði. Vegna þess að margir myndlistarmenn veiða flugu vegna þess að eins og Sigurður Árni Sigurðsson sagði sko það er ekkert fallegra í teikningu en að leggja flugulínu á vatn, það er fallegasta teikning sem þið sjáið. Og Robert Hughes skrifaði þessa frábæru bók Jerk on one end og spurningin var hvort það var fiskurinn eða hann. En allavega svo loksins kem ég hitta Robert Hughes og þá kem labbandi 143 Prince Street og þá liggur maður þar í götunni fyrir utan og þá sé ég að það er Robert Hughes. Þannig endaði ég hringdi á sjúkrabíl fyrir hann og tók lyklarnas með hann að fór á spítalann, svo bara dó hann. Þannig að ég fekk aldrei viðtalið við Robert Hughes en ég allavega kom hann minn í sjúkrabíl. En þetta fólk er svo mikilvægt í umræðinu og þetta fólk er ennþá til. Ég meina við sem kaupum, leggjum okkur við kaupum New York Times, við lesum bara svo í dag, það er frábæra umfjöllun og vitnetvíringin eða Martin Hartley
í Whitney-safninu og þetta náttúrulega hluti af umræðunni myndlistina sem svo mikilvæg. Alveg svo núna þegar Aldís að leysa Önnu Jóa af Mogganum. Anna Jóa var að vinna með rannsókn, þannig að fólk ekkert hægt, það ennþá til staðar hérna, en náttúrulega þið þurfa að kaupa blaðið til að sjá það og ekki gleyma því og ekki segja sig ekki til og því að það ósækjart, en þetta kostar, ef þið viljið hafa umræðu, þá verður að borga fyrir hana. Þetta svo ég kaupi áskrift bæði að dagblöðum, erlendis sem ég les, en líka fagtímaritum og þar önnur gagnrýni. Hlutverk dagblaðagagnrýni þessi og það bara svo einfalt. Hún að veita lesendum upplýsingar. Þannig litið á það í dag og ég á vini sem í þessu bransa bæði vestanhafs og í Evrópu og það alls það litið á þetta eins. Dagblaðagagnrýnandinn, hann að veita hinum almenna lesanda blaðsins upplýsingar og benda á hvað áhugavert. Og vitaskuld greinir hann á að veita upplýsingar og greina. En þeir sem skrifa síðan fyrir fagtímaritin, þeir geta farið miklu meira á dýptina því þeir að tala við ástríðufólkið. Þeir að tala við þá sem menntaðir í faginu og þeir sem í kreðsonum. Þetta tvenns konar skrif, tvenns konar miðlun. Þetta þekki ég sjálfur að skrifa bókagagnrýni fyrir Morgunblaðið annars vegar sem fyrir almenna lesandann eða í skírni. Það bara allt önnur annars konar skrif. Það aðrar kröfur og aðrar áherslur. En þannig þetta líka með fjölmiðlun í dag, eins og Helga bendir réttilega, hún hefur verið að breytast mikið en ég vil skipta þeirri gagnrýni í fjölmiðla og fámiðla. Vegna þess að það sem gerist í fjölmiðli, þá fer maður yfir miðlinn og maður sér allt mögulegt og maður kynnist ýmsu. Ég les fjölmiðla út að ég hef áhuga á listum, en leið fletti ég miðlinum og ég sé fréttir verðbréfamarkaðinn, ég sé fréttir körfubolta, ég sé fréttir EBIT og hluti sem ég veit ekkert og ekkert áhuga, en ég sé það út að ég fer yfir fjölmiðlinn. Það kallað almenn þekking sem að nær sér í með fara yfir fjölmiðl. Svo fámiðlinn sem til dæmis miðlar sem sérhæfa sig í ákveðnu fagi. Eins og til dæmis miðlar sem fjalla bara myndlist eins og Helga fjallar eru frábæri miðlar, eins og Helga gefur út. Það fámiðl vegna þess að þann miðl nálgast hópur hinna innvígðu, svo ég nota orðið innan á Morgunblaðinu. Þannig þá sækjum við okkur, þar förum við og sækjum í þetta samtal sem við erum þegar í, þar sem við höfum lyklana, við höfum forsendurnar og þekkinguna til að taka þátt í því. Þannig þetta eru tveir heimar og þessi heimar eru svolítið að sigla frá hverjum öðrum í dag, við þekkjum þetta öll. Meira svo fésbókinni getur verið áskrifundur að Art News og Art Facts og öllum þessum miðlum sem að halda áfram samtalum sem okkur myndlistamenn langar að vera í. En það þýðir ekki að það sé sama samtal og fer fram á síðum fjölmiðlana. Vegna þess að okkar hlutverk síðustu daga hefur verið að kynna Marshallhúsið, þá talaði við Níló í fyrradag og svo var Kling og Bang í gær og nú Óli sem við talaði við í gær. Þetta til að upplýsa einn almenna lesenda þetta efni. Og þarna verður maður að gera hennar greinamun. En þessi greinamunur, því miður fólk áttar sig ekki alltaf á þessu og sá misskilningur, hann nær meira sig inn í háskólan, þar sem fólk áttar sig ekki á því að þetta eru tveir hópar, þar sem þetta eru tvenns konar fjölmiðlar og tveir hópar. Og mér langar aðeins bara í lokin, við náttúrulega að halda þessi samtalið áfram hérna í pallborðinu og vil ekki vera að tefja þetta neitt. Mér þótti bara svo merkilegt, það var merkileg grein á Hugrásum daginn. Það var komið tvær merkilega greinar undanfarið á Hugrás, sem fjallar nákvæmlega þetta sama við erum að tala núna, sem gagnrýni. Annars gagnrýni bækur, þar sem ég skrifa slíka gagnrýni og gerir mikið af því. Og síðan gagnrýni myndlist. Og ég sjálfur að gera myndlist og vonast eins og aðrir myndlistamenn til að fá gagnrýni. Og sem til nú eru til dæmis í þeirri stöðu að ég er með sýningu Listasafninu á Akureyri og til dæmis við höfum ekki haft gagnrýnenda þar árum saman. Loksins fann ég gagnrýnenda síðasta mánuði, það er náttúrulega fyrsta önnur sýning á sjálfum mér og hún getur ekki skrifað hana, þannig þetta tóm krísa. En þetta annars ég vil segja rétt hérna, það erfitt að finna gagnrýnendur í dag. Það mjög erfitt. Við erum búin að, og ég skil ekki af hverju, það dælt út ungu fólki úr framkvæmd og fræði, ungt fólk kemur úr listfræði. Við erum búin í mörg ár til dæmis, leitað ungum nýjum gagnrýnendum, en þeir hafa ekki áhuga að koma að skrifa í blað. Það út af þeim þeir eru ósáttir við ritstjórablaðsins, ég veit það ekki, eða það út af þeir treysta sér ekki í þessa nálægð sem Aðalsteinn talaði þennan núning við listamennina á götunum hérna. Getur það verið ástæðan? Eða það léleg greiðsla? Ég veit það ekki, það alls það illa borgað fyrir gagnrýni í dag. Ég skil ekki ástæðan vegna þess að ég held að sé ekkert betra fyrir ferilskrána, fyrir en ungan efnilega fræðimann heldur neymitt að eiga í samræði við almenning í fjölmiðlum. Þannig þetta, ég undrast þetta mjög, okkur vantar dansrýni á Mogganum til dæmis í dag. Við finnum ekki dansrýni. Og hver ástæðan? Ég veit það ekki, ég hef ekki svarið. Það tók tíma að finna þarna klassíska rýni, en við til dæmis kaupum jafnmarga dóma klassíska rýni og myndlistarýni í hverju mánuði. En allavegana,
Ég ætla ekki að sakast við unga rýni sem skrifaði þessa grein sem heitir Af hverju að rýna inn á hugarásum daginn. Ég vil frekar sakast við leiðbeinandann sem kom með svo vittlausa rannsóknarspurningu að hann lætur ekki gera greinamun á því hvað gagnrýni í fjölmiðli, umfjöllun í fjölmiðli eða umfjöllun í fræðiriti. Og þessi höfundur fjallar myndlistargagnrýni í Mogganum 1965 og 2015 og kemst að því að það sé jafnmargir dómar birtir sem þessi 2 ár. Og talar mjög furðulega það í þessari grein hér, en hefði til dæmis bara hringt í okkur, þá hefði hann getað fengið einföldu útskýringu að 65 voru Valtýr og Bragi að skrifa allar sýningar og höfðu góð og fengum ágæta peninga fyrir það. En síðan frá hruni hefur við til þess bara búið við þennan erfiða kvóta sem frústrerar okkur mjög mikið að menn hafa 34 dóma á mánuði. Þessi skrýbent hann dregur fram þá ályktun að það má draga þá ályktun að fleiri myndlistarsýningar hafa í Íslandi 2015 en 50 árum áður. Það vekur því furðu að ekki skuli fleiri sýningar verið rýndar því að menningarlífið er blómlegt og tölurnar bera merkjum. Lognmótlegri skrifum íslenska myndlist og blaðamönnum er kennt Við höfum ekki áhugaði að skrifa dómana. En það sem ástæðan fyrst og fremst vil ég meina, og við getum rætt þetta frekar við eftir, efnahagsástandið. Það ekki til peningur. Allir fjölmiðlar í Íslandi eru á hausnum og þrátt fyrir að til dæmis að við höfum umtalsvert budget á mínum fjölmiðli, eins og ég segi, jafnmargar síður, jafnmargir dómar keyptir og frá hruni. Og það ekki þannig að það sé verið að gera eitthvað kröfum að þetta sé skorið niður, heldur þetta bara óbreytt ástand, þá þetta litli peningar, þetta dugir ekki til að fjalla allt, en á móti kemur að við reynum að fjalla myndarlega hlutina fréttalega, með kynningum, og við viljum meina að það sé líka mikilvægt efni, en það samt aldrei, og kemur aldrei í staðinn fyrir, það samtal sem verður til í faglegri, uppbyggilegri, rýni, kannski hún hætt að vera neikvæð eins og bent var hér áðan. Það kann að vera og ég alveg sammála líka því sem Rannsókn segir hér að menn þurfa hafa mjög yfirgripsmikla þekkingu og yfirsýn yfir myndlistarheiminn eða tónlistarheiminn eða bækur hvað þeir eru skrifum. En fyrst og fremst þetta rýni í fjölmiðlum til upplýsingar og nota bene, ég enda bara því að segja gagnrýni í fjölmiðlum ekki fyrir listamennina, hún fyrir hinn almenna fjölmiðlaneytanda og það mjög mikilvægt. Takk. Næstur Magnús Guðmundsson sem að kemur frá Fréttablaðinu og ætlar að fjalla Fréttablaðið, umfjöllun menningu og myndlist. Hann menningarritstjóri Fréttablaðsins, bókmenntafræðingur á mennt og hefur starfað í leikhúsi en lengst af í auglýsingageiranum og núverandi starfi hefur hann gegnt í rúm 2 ár. Gjörðu svo vel, Magnús. Takk fyrir. Ég nú taka fram að þessi titill nú mun vígalegri en starfið. Deildin það ég og ein kona mér til fulltingi sem að sinna nú öðru meðfram því. Vá, hvað margt þetta? Það finnst mér merkileg. Jæja, ég í fyrsta lagi vil ég byrja að árétta þetta, en ég vildi byrja á því að árétta líka það að ég menningarritstjóri Fréttablaðs og ég sé Fréttablaðið ekki 365 miðla eins og kom fram í kynningunni. Ég hef ekkert valdsvið yfir öðrum miðlum innan þessar samsteypu sem að nú reyndar brátt sögunni til. En hins vegar þá vil ég segja að allt þetta umrót svona sundur og saman æfingar á fjölmiðlamarkaði felur í sér að það skiptir okkur auðvitað máli. Rekstrarafkoma fjölmiðils hefur auðvitað verulega áhrif á það hvað viðkomandi fjölmiðill getur leyft sér að borga fyrir og myndlistargagnrýni eðli málsins samkvæmt þar á meðal. Að minnstakosti fyrir miðil á borð við Fréttablaðið sem hefur ekki innan sinna vébanda starfsmann sem getur sinnt þessu í hjáverkum eða innan síns vinnutíma eða hvernig sem það og hefur býr yfir sérþekkingu. Flest okkar sem erum í menningarblaðamennsku og reynda líka dagskrárgerð menningarefnis á Íslandi erum einmitt með menntun og sviði bókmennta, ekki myndlistar. Það frekar óalgengt, það aðeins örfáir menningarblaðamenn sem búa yfir sérþekkingu á sviði bæði, eins og til að mynda myndalegi Einar Falur Ingólfsson, sem var hér á undan mér. Þetta mjög fátítt og þetta mjög eftirsóknarvert.
En aftur að hinu leiðilega rekstrarumhverfi og áhrifum þess. Á undangengnum mánuðum hefur 365 verið í margumræddu söluferli og vissulega hefur þá verið haldið þéttar yfir okkur í menningunni sem og aðra deildir innan blaðsins. Hins vegar bind ég vonir við það að þessi breyting verði mjög svo til góðs fyrir fréttablaðið í heild sinni og þar með svigrúm til menningarumfjöllunar á borð við gagnrýni á íslenska myndlist. Ekki veitir af. Því það hvarflar ekki að mér að halda því fram hér og nú að fréttablaðið hafi staðið sig vel í því að gagnrýna myndlist á síðustu árum. Í raunar ekki kannski frá upphafi. Á liðnu hausti tókst reyndar að koma á myndlistagagnrýni á síðum blaðsins en hún var helst stöpul og fyrirferðarlítil en að auki þá voru viðbrögðin utan úr frá heimi myndlistarinnar lítil sem engin. Ég vonast þó eftir því að bót verði á og það fyrir en setna og geri frekar ráð fyrir að gera einhverjar breytingar á nálgun og útfærslu á þess að þessi tímabært að fara nánar út í þá sálma hér og nú. En svo ég haldi mig nú við yfirskrift og markmið. Það þjónar engum tilgangi að bera saman stöðu á fjölmiðlamarkaði í dag og á tímum Valdís Péturssonar. Að bera saman nútímann og tíma ríkisstyrktra fjölmiðla fjórflokksins. Að minnsta kosti ekki fréttablaðið og aðra miðla sem búa við almenna arðsemiskröfu eða lágmarks afkomukröfu eigenda sinna. En að reyna að skilja stöðuna á fjölmiðlamarkað samtímans getur hins vegar mögulega hjálpað. Á þessum ríflega 2 árum sem ég hef gegnt þessu starfi hefur bæði gagnrýni og skortur og gagnrýni olli mér umtalsverðum höfuðverk. Eitt af mínum fyrstu verkum var að auka umtalsvert hlut myndlistar til umfjöllunar á síðum blaðsins, en það tæpast nóg. Vissulega væri gaman að vera með gagnrýni á myndlist sem nokkuð fastan lið á síðum blaðsins þar sem stærstu eða athyglisverðustu myndlistasýningarnar eða viðburðirnir væru teknir til skoðunar eða öllu heldur rýni. En fyrir hvern væri slík gagnrýni? Það auðvitað lykilspurning. Það gert fyrir listamennina, söfnin og galleríin? Gæti þetta orðið vettvangur fyrir ítarlega og viðamikla krítíska skoðun á listinni? Nei, raun tæpast. Eins og öll önnur gagnrýni á síðum fréttablaðsins þá á hún að vera fyrir almenna lesendur. Í þessu tilviki almenna lesendur sem hafa vonandi smá áhuga á myndlist og það eru sameiginlegir hagsmunir menningarumfjöllunar blaðsins og listarinnar að stækka þennan hóp. En skylda fréttablaðsins og þeirra blaðamera sem þar starfa er samt alltaf og án undantekninga fyrst og fremst við lesendur blaðsins. Auðvitað á gagnrýnin samt að geta komið listamönnum og öllu fagfólki líka að gagni með einhverjum hætti, geta kveikt umræður og haldið þeim á faglegum nótum. En reynslan af listrýni á Íslandi síðustu árin sýnir okkur að það sjaldan raunin. Reynslan sýnir okkur að jákvæðum dómum er deilt á samfélagsmiðlum og dreift sem víðast án þess að það leiði til einhverjar sjáanlegar umræðu. Það koma like og lukkuóskir en það allt og sumt. Jákvæðir dómar eru líka nýttir til þess að auglýsa viðkomandi list og það ekki heldur vettvangur gjöfullar umræðu. Neikvæðir dómar, að minnsta kosti þeir eru skrifaðir af kurteisi og fagmennsku, vekja svo enn minni eftirtekt. Og líkurnar á því að þeir leiði til próduktívar umræðu í framhaldinu hvað mætti betur fara eða hvert stefnir eru litlar sem engar. Undantekningin fólgin í því sem uppfullt af gífuryrðum, persónulegt og móðgandi. Slíka dóma rifist og slíkir dómar vekja athygli. En hvort að slíkir dómar rýna til gagns svo allt annað mál. Við lifum á stórirtum tímum á Twitter og Facebook. Að auki leiða neikvæði dómastundu þess að viðkomandi gagnrýnandi fær að heyra það einhvers staðar á netinu eða jafnvel út á götu eða hann eða hún sé augljóslega ómenntaður og illa innrættur vitleysingur. Þetta heyrir blessunarlega til undantekninga, svona að mestu, en engu að síður ekki beint til þess að gera starfið eftirsóknarvert. En hvað þá eftir fyrst þetta allt svona glatað? Til svigrúm og staður og stund fyrir gagnrýna umfjöllun og umræðu myndlist, orðræðu sem skilar listinni fram á við. Myndlistin hefur öðrum listgreinum fremur slitið af sér alla hlekki, þanist út fyrir markins hefðbundna og gert allt að sínu. Allt leyfilegt og allt á rétt á sér. Það frábært en enga síður þá erfitt að verjast þeirri hugsun að myndlistin hafi með þessu líka fjarlægst almenning. Og orðið óaðgengilegri fyrir Jón og Gunnu sem hafa alveg smá áhuga á myndlistin eru hætt að átta sig á senunni. Þessi sena, þessi list, hún sífellt meira lokast innan heims myndlistarinnar sjálfar.
Í mínu starfi fæ ég til að mynda stundum spurningar frá vel menntuðu og greindu fólki á borð við þessar. Er þetta eitthvað fyrir mig? Hvernig er hægt að kaupa og selja þessa list? Er hægt að eiga hana? Hvað merkir þetta? Hver er tilgangurinn? Og þannig mætti áframtelja. Ég er ekki að segja þetta myndlistin hnjóðs, alls ekki. Persónulega finnst mér frábært hvað myndlistin er frjáls og óbundin öllu og finnur sér víða farveg. En ég hef áhyggjur af því að þarna sé gjá á milli listarinnar og almennings. Kannski er eilítið lýsandi fyrir þessa fjarlægð að við erum hér í hádeginu og föstudegi að ræða þessi mál á meðan almenningur er í vinnunni. Almenningur sem er hreint út sagt í smá vandræðum með að átta sig á myndlist samtímans og velur því kannski frekar að fara í leikhús og tónleika eða einfaldlega að lesa góða bók. Ég er líka dálítið hræddur að í þessum smáa heimi myndlistar þar sem allt er leyfilegt þykir líka allt vera gott og gilt. Ég tók eftir því á upphafssíðu Artsign voru 4 dómar, 2 með 5 stjörnur, 2 með 4,5. Forvitnilegt. Kannski er þetta bölluð þvæl í mér, þetta er ég annálaður böllukollur, en ef ég veit ekki betur, hafandi áhuga á myndlist og starfandi bæningablaðamaður, hvað þá með almenning? Og hversu ógnvænlegt er ekki að taka þessi hlutverk gagnrýnandans við þessar aðstæður? Ég tek undir orð Einars Falls með hversu erfitt er að fá fólk til að sinna þessu starfi. Mun erfiðara í þessum geira heldur en öðrum listgreinum. Ég leyfi mér að fullyrða að það semst ekki slegist þetta. En þeir sem taka þetta að sér eiga svo sannarlega að skila að fá orðið fyrir hugrekki. Í minni vinnu er ég að þjónusta almenning, hinn almenna lesenda sem vonandi hefur áhuga á myndlist, langar til þess að vita meira, skilja betur hvað máli snýst í hvert eitt sinn. Og hlýtur það ekki að fela í sér að ég þurfa að endurskoða umfjöllun myndlist, líklega. Með því er ég alls ekki að útiloka að Fréttablaðið taki upp myndlistarýni, en það þarf kannski að skoða forsendurnar. Og það þarf kannski líka að leita leiða til þess að gera meira af því að fræða og kynna fyrir fólki hvað er fólkið í nútíma myndlist. Slík vinna gæti hugsanlega verið listinni mun verðmætari og mikilvægari, en gagnrýni sem fáir lesa og jafnvel enn færri skilja til fulls. Við getum til að mynda velti fyrir okkur hvar eða öllu heldur hvort almenningur nýtur einhverjar fræðslu myndlist í dag. Innan skólakerfisins eru lesna bókmenntir, farið í leikhús og nýverið var meira að segja stofnaði sérstakur menntaskóli tónlist. En hvar er myndlistin? Mín reynsla af minni eigin menntun og barnanna minna er að fræðsla myndlist, hlutverkanar, tilgang og mikilvægi er einfaldlega ekki til staðar. Í myndmennt lærðu börnum minn smá í teikningu, smá í saumaskap og svona hin og þessu, ekkert listasögu eða hlutverk listarinnar í daglegu lífi. Vonandi er þetta breytt eða breytast, ef ekki þá þarf að breyta þessu. Ég held að minnstakosti að verkefni framtíðarinnar sé ekki að endurheimta fortíðina. Ég held að verkefni sé mun fremur að endurhugsa það hvernig megi endurheimta almenna umræðu myndlist og að gera hana aðgengilegri fyrir fleira fólki. Það er nefnilega styrkur í fjöldanum. Og ég held líka að það geti einmitt verið verkefni fyrir fjölmiðla á borð við Fréttablaðið að taka þátt í slíku verkefni. Og til þess erum við reiðubúin. Takk fyrir. Kæra þakki, Magnús. Við höldum ótrúið áfram og síðasti frumalandi er Þröstur Helgason sem fjallar menningarumfjöllun RÚV, myndlist í útvarp og sjónvarpi. En Þröstur Helgason hefur verið stundakennari við Háskóla Íslands, sinnt ritstjórn meðal annars á lesbók Morgunblaðsins og er nú dagskrárstjóri Rásar 1. Gjörðu svo vel. Já, komið sæl, gaman að sjá ykkur svona mörg hérna og takk fyrir að bjóða mér. Já. Og það er allt og algengt að það sé verið að tala fjölmiðla út í bæ að okkur sé boðið að taka þátt og verja okkur og upplýsa það sem við erum að gera. En mér langar kannski bara svona til að byrja með að segja ykkur það að það er stutt síðan að ég fór inn á RÚV, það eru 3 ár. Ég kom þangað inn var ráðinn þangað inn af Magnús Geir sem þá var nýtekinn við sem útvarpsstjóri og ég sótti starfið vegna þess að Magnús Geir var ráðinn útvarpsstjóri og ég sagði við hann, mér langar til að koma hérna inn og endurvekja og endurnýja íslenska menningarblaðamennsku. Það er sem ég reyndi einhvern veginn að lífga hana við úr því dái sem hún var búin að vera þá í
5-6 ár, alveg frá hruni. Og skelfilegir hlutir höfðu gerst, fjölmiðlar lagðir niður, menningar umfjöllun dregist gríðarlega mikið saman og það var augljóslega verk að vinna. Og það kom í ljós bara í okkar fyrsta samtali að þetta var nákvæmlega það sama sem að Magnús Geir vildi gera og við vorum algjörlega sammála það að þetta væri stærsta verkefnið. Það er bæðið að auka menningar umfjöllun og bara menningar miðlun í Ríkisútvarpinu. Og þannig að það hefur verið okkar megin markmið þessi 3 ár. Þetta tekur allt saman tíma að koma hlutum í gegn, að breyta og færa til resúrsa á nýja staði. En það er ýmislegt að gerast, það er ýmislegt í pípunum og það hefur þegar ýmislegt gerst. Menningarumfjöllun til dæmis bara í þeim fjölmiðlum sem ég stýri, Rás 1 hefur aukist talsvert, nýir þættir og bæði svona almennir menningarþættir, við höfum bætt við nýjum daglegu menningarþættir sem heitir Lestin, sem nálgast svona þá hluti sem eru hliðin á Víðsjóni, sem nálgast þá fjallar þá hluti, að þann hluta menningarlífsins sem að Víðsjón hefur sinnt lítið eða nokkuð. Þar er líka fjallað myndlist, bara öðru vísi heldur en í Víðsjóni. Og ég líka nefnt bara svona staka þætti eins og bók Vikunar og fleira. Þannig að það er svona verið að bæta við menningarumfjöllun. Við erum að reyna að auka líka menningarumfjöllun í sjónvarpi og ég fer kannski aðeins betur yfir þetta á eftir. En sem sé, þetta var svona það sem að við minnst vorum sammála að þyrfti að gerast og þyrfti að gera. Og þarna ætti Ríkisútvarpið að taka til hendinni vegna þess að þetta er eitt af því sem að fór illa í hruninu. Ég ætla að byrja að vitna í vin minn, Birgir Andrésson. Hann var á Feneyjatvíæringnum fyrir rúmlega 20 árum síðan og það var útvarpsmaður sem fylgdi honum frá Íslandi og fólki í Feneyjum spurði hvernig stendur á því að það er útvarpsmaður með þig. Og þá sagði Birgi, já, þetta er svolítið öðruvísi á Íslandi. Þar sér útvarpið myndlistina í sjónvarpið bókmyndirnar. Þannig hefur það auðvitað verið. Og þetta ekki heil brú í því, myndu flestir halda. En það er nú samt þannig að þetta eru 2 ólíkir miðlar. Þeir bæta hvern annan upp. Það er ekkert sem segir það að það eigi ekki að fjalla um myndlist í útvarpi. Það er bara gert öðru vísi þar heldur en í sjónvarpi. Og kosturum við útvarp, kosturum við menningarumfjöllun og alla umfjöllun í útvarpi er sá að þar er miklu meiri tími til þess að gera hlutina heldur en í sjónvarpinu. Og þannig að í útvarpi getum við til dæmis gefið okkur tíma til að ræða hugmyndirnar á bakvið myndlistina. Við getum gefið okkur tíma til að setja myndlistina í sögulegt samhengi, í listfræðilegt samhengi, í hugmyndalegt samhengi og við getum velt hlutunum fyrir okkur. Og þannig að það er ekki mitt sjónarmið að það er ekki að fjalla um myndlist í útvarpi. Það er nauðsynlegt að gera það og við ætlum að gera það. Þannig að þetta er samt rosalega fallegt að senda útvarpsmann á Feneyjatvíæringinn. Nú, svo hefur þetta aðeins verið rætt hér á undan, þannig ég ætla ekki að eyða neitt rosalega miklum tíma. Hverja á RÚV að þjónusta. Það hefur heyrst það algengasta sjónarmiðið og kannski sem betur fer hér á undan er að við eigum náttúrulega þjónusta okkar notendur. Það eru þeir sem við erum að þjónusta, fyrst og fremst. Það þýðir ekki það að við eigum ekki líka að þjónusta listamenn og söfn og gallerí.
ef við tökum bara myndlistar gagnrýni, að þá hún fyrst og fremst, það okkar sjónarmið, það okkar útgangspunktur að við erum að skrifa gagnrýni fyrir þá sem að hlusta eða horfa. Og við erum að setja, við erum að benda fólk, neytendum eða notendum á það sem að gerast í íslensku myndlistarlífi, við erum að setja það í samhengi fyrir þau, við erum að útskýra, við erum að veita þeim upplýsingar, eins og Einar Falur fór yfir áðan. Leið erum við auðvitað í samtali og samræðu við listamennina, við galleríin, við allt fagfólkið, en sú umræða verður kannski aldrei neitt rosalega djúp í fjölmiðlunum. Sú umræða þarf á annars konar miðlum að halda, annars konar vettvangi að halda. Og sá vettvangur ekki og valla til á Íslandi og það galli. Þannig að þetta svona kannski útgangspunkturinn í umfjöllun okkar. Myndlistarumfjöllun í miðlum RÚV, þetta síðasta glæran og ég ætla aðeins að tala þetta. Ég hef nefnt Víðsjá og Lestina á Rás 1. Þar megin vettvangurinn. Og það hefur verið alveg undan og ofan hvort það hefur verið myndlistargagnrýnandi í Víðsjánni í gegnum tíðina. Það hefur verið stundum ekki. Og það hefur ástæðan fyrir því auðvitað bara svo að það eru takmörkuð fjárráð eins og öllum fjölmiðlum og hefur verið gegnum tíðina, þannig að það þarf að forgangsraða. Og það ekki fjárráð til þess að vera til dæmis með vikulega gagnrýni allar greinar listana í Víðsjánni. Og þannig að það þarf að forgangsraða. Hins vegar vorum við bara núna nýlega í síðustu viku að ráða til okkar nýjan myndlistargagnrýnanda og hann flutti sinn fyrsta pistil í síðustu viku, ef ég man rétt, síðustu eða þessari. Og þannig að það hluti af því sem við erum að gera. Við erum að reyna að fjölga gagnrýnendum hjá okkur og vera með reglulega umfjöllun sem flestar og helst allar listgreinar. En það verður ekki þannig að við getum gert það í hverju viku. Nú síðan eru þetta viðtöl og almenn umfjöllun í báðum þessum þáttum. Og að auki höfum við í gegnum tíðina og viljum gera meira af því, gert staka þætti og seríur myndlistamenn, stefnur og strauma og svo framvegis. Og ég nefni nú bara til dæmis þætti hennar Indru, Elísabetar Indru Ragnar Kjartansson, Guðni Tómasson hefur líka gert mann eftir 2 þáttum hann fór til Berlín og gerði 2 þætti Ólaf Elíasson og þetta auðvitað hlutverk okkar, það að skrásetja og íslenska menningu, íslenskt myndlistarlíf og það auðvitað viljum við gera og í stökum þáttum og seríum gefst auðvitað meiri tími til þess að setja hluti í samhengi og ræða og það eitthvað sem okkur langar til að gera meira af. Nú síðan í sjónvarpinu þar þessi þáttur sem heitir Menningin sem hluti af Kastljósinu. Við höfum verið að auka þann tíma sem að menningin fær í Kastljósinu og þar hefur ekki til dæmis vetur verið myndlistargagnrýnandi en þar að minnsta kosti vikuleg umfjöllun myndlist, viðtöl, kynningar og önnur umfjöllun og þarna má sannarlega gera betur og við ætlum okkur að gera það. En síðan kannski langar mig bara svona að lokum til þess að benda á að það núna bara í næstu viku á þriðjudagskvöld þá hefst ný sería, 6 þátta sería 12 myndlistamenn sem heitir Opnun og það stendur þetta 12 þættir en þetta eru 6 þættir 12 myndlistamenn og og það náttúrulega gríðarlega ánægjulegt að
að það sé að koma ný sería í sjónvarp myndlist og þetta sannarlega eitthvað sem við viljum gera meira af og svona vonandi upphafið að ítarlegri umfjöllun ekki bara myndlist heldur líka aðrar listgreinar í sjónvarpinu. Og síðan að lokum við áður en ég set stikluna af stað þennan nýja þátt, ekki örugglega hljóð á þessu? Það kemur í ljós. Að þá vil ég nefna að svona kannski stærsta verkefni sem í gangi hjá okkur núna og við erum að klára sem sé nýr menningarvefur, RÚV. Við erum að búa til sérstakan menningarvef sem verður þá svona undirvefur RÚV.is og þangað inn fer öll menningarumfjöllun í miðlum RÚV, matrit fyrir vefinn. Og þar verður fréttaþráður það sem að gerast í menningarlífinu, þar verður öll okkar gagnrýni, þar verður sér unnið menningarefni á vef og við gerum okkur svolítið háar hugmyndir það að þetta eftir að auka og bæta okkar menningarumfjöllun og okkar þjónustu við íslenskt menningarlíf mjög mikið. Og þessi vefur bara, við erum að klára þetta verkefni og við erum búin að ráða ritstjóra og við erum svona bara á síðustu metrunum í því að forritararnir okkar að klára, hönnuðurinn að klára og vefurinn fer væntanlega í lofti bara á allra næstu dögum, kannski á næstu 2 vikum eða eitthvað svoleiðis, 2-3 vikum. Og þetta held ég á eftir að gera sem sé menningarumfjöllun í okkar miðlum mun sýnilegri, mun aðgengilegri og þarna á líka nýtt efni eftir að birtast. Og ég held að þetta sé svona, þetta eru ansi góð tíðindi. Það engin almennur menningarvefur til á íslensku og hefur vantað lengi. En ég ætla að leyfa ykkur að sjá og vonandi kemur hljóð og mynd og allt. Þessa, nú, má sjá. Og ég bara segja yes. Cannot open, nei, ok. Þetta ekki eitthvað sem við sjáum? Þið sjáu þetta í sjónvarpinu á þriðjudaginn. Takk kærlega fyrir þessu. Ég veit að við reynum á þolmörk þess hvað þið getur setið lengi en ég ætla að biðja ykkur örstutt að setjast í pallborð með mér sem voru frumalendur og svara spurningum ef það eru einhverjar hér sem brenna á gestum í sal. En þetta hefur verið ákaflega fróðlegt og áhugaverð erindi. Málþingið tekið upp og við eigum eftir að setja það á vefinn og vonandi verður það bara til þess að mynda einhverja umræðu og að umræðin eigi kannski eftir að fara fram eftir að þessu málþingi lýkur hér í dag og ég óska þess. En áhugavert kannski að bara í beinu framhaldi af því sem þú varst að segja, Þröstur, að spyrja ykkur sem að vinnið á Morgunblaðinu og Fréttablaðinu. Hvernig með vef? Er það algjörlega ótengt prentmiðlunum það sem birtist á vefnum eins og morgunblaðið.is? Hefur einhverjum við tala á? Það leysir röddina en þetta. Ástæðan svo náttúrulega fyrirtæki sem ég vinn hjá Árvæðum gefur út bæðið Morgunblaðið sem prentað og sett á skrift og svo vefurinn. Það hefur löngum verið ákvörðun stjórnenda þar á bæ að efni eins og menningarefni fari ekki út á frívefin MBL vegna þess að það þarf eitthvað að vera til sölu í Morgunblaðinu. Það einfaldlega ástæðan. Þannig að áskrifendur fá sitt og það náttúrulega hugmyndin að það kostar að framleiða efnið og þess vegna það þannig að sá sem kaupir blaðið, hann fær besta efnið, hann fær menningarefnið. Þannig að það mjög lítið af menningarefni farið út á
MBL sem náttúrulega ég viðurkenni með fúslega hefur frústrerað og það algjörlega sikur ritstjórnin. Þannig að við sem vinnum á Morgunblaðinu erum ekki að vinna fyrir MBL, teka fram. Þannig að þetta hefur frústrerað okkur löngum, alveg og þá Þröstur þekkir þetta nú mjög vel. Ég er með svona fasta rútínu, mjög íhaldsamur maður, ég er með 1,5 tíma á hverju morgni þar sem ég les erlenda miðla. Og ég les fjölda dagblaða og öllum þessu dagblöðum á netinu er einhver flipi sem heitir Kultúr, en MBL er ekki með slíka flipa. Þannig að nú höfum við verið að auka það reyndar, ég teka fram, núna bara alveg undanfarið að setja meira efni samt eða að tróða því inn á MBL, þannig að þeir líður á daginn, svona valið efni af menningapakkanum og þá lendir reyndar einhver flipa sem heitir Fólkið, það sem er svona vandræðarleg blanda af efni, þetta er bara mín skoðun, en hérna við erum til dæmis að setja það út, það er mjög þakklátt finnum við strax, ég bara til dæmis að nú erum við búin að 3 daga umfjöllun Marshallhúsið, og ég veit bara til dæmis að bæði þau Níl og Kling og Bang hafa verið mjög þakklátt þau hafa verið að deila þessu efni vilt og galið undanfarna daga til dæmis. Þannig það er mjög þakklátt talandi um að hérna við séum ekki að vinna fyrir listamennina, þá getum við náttúrulega stundum hjálpað listamönnum í kynningunni umfram þann hóp sem kaupir bara blaðið. En sem sagt þannig að fyrst og fremst til að svara spurningunni sem átti að vera stuttsvar þá er þetta aðalega fyrir þá sem kaupa blaðið í áskrift. Magnús. Já, Fréttablaðið er náttúrulega fríblað og þar af leiðandi ókeypis aðgangur og öllu og allt sem er skrifað í Fréttablaðið endar á Vísi. Vísir verður bráðum ekki hluti af því sama batteri en hins vegar geri ég fastlega ráð fyrir að það verði þannig áfram að efni Fréttablaðsins muni áfram rata á Vísi og neytendur muni ekki finna neitt mun þarna á. Ég vil nú aðeins taka undir með Einari Fall með mikilvægi Morgunblaðsins og hversu veigamikið og stórt þetta er. Auðvitað er það samt þannig að það stendur í sumum okkar eða sumum hverjum fremri hluti blaðsins og ég vil bara biðja það að það sé hægt að kaupa bráðum mokkan frá miðju, það hætti mér mjög vant. Ykkur hefur orðið tíðrætt það að þeir séu að þeir sem eru á fjölmiðlum að séu að skrifa fyrir lesendur eða neytendur en hérna listamennirnir og söfnin og galleríin séu kannski svona í öðru og þriðja sæti og það eru margir fulltrúar hérna bæði myndlistamenn og fólk sem vinnur á söfnum. Eru þið eins og Aðalsteinn kom hérna áðan, eru þið sátt við það sem er umræðan eins og hún er umfjöllunina eða er einhver í salnum sem vil leggja orð í belg fulltrúi safna eða listamanna? Ólöf, gjör svo vel. Og ég standa upp það. Já. Ég heiti sem sagt Ólöf og er safnstjóri Listasafns Reykjavíkur og mér langar nú bara að byrja að þakka fyrir þetta frumkvæði og fagnaði hvað þetta er margt sem sýnir í rauninni þörfina sem að það er kallað á þessu umræðu. Og af því að Aðalsteinn beindi spurningu að okkur forsvarsmönnum safna, þá langar mér bara svona til þess að ræða það að sjálfsögðu er við í þeirri stöðu að við fögnum klappi frá kollegum vorum. En við erum líka í þeirri stöðu að við erum að tala við sama fólk og fjölmiðlarnir. Við erum líka að tala við almenning út í samfélaginu, fólki sem að rekur og á söfnin. Og því er það okkur mjög mikilvægt að þessi brúarsmíði, smíðin á milli innihaldsverka og þess sem að listamenn er að gera, að fjölmiðlarnir aðstoða okkur í því. Og ég var líka aðeins að deila með ykkur því að ég náttúrulega sem safnstjóri átt fjöldamarg samtöl við fulltrúa fjölmiðla sem er að vinna því að tala við almenning og sem er að vinna að fjölmiðlumfjöllun og við erum stöðugt að pressa á að umræðan sé sem mest. Og þessi hugmyndum það að menn fáist ekki til þess að skrifa gagnrýni myndlist, hún er alveg raunveruleg. Það er alveg raunverulegt að menn skorast undan því að takast á við það að skrifa íslenska myndlist og spurningin er þessi, er það litla nálega samfélagi sem við búum í eða er það skortur á þekkingu og ég stórlega efast að þessi setni skýringin. Ég held að hljóti frekar að vera það að við erum á einhvern hátt hrædd við að dæma hvert annað í svona litlu samfélagi. Og svo bara fagna þessu og við höldum áfram. Er einhver fulltrúi myndlistamanna hérna sem vil leggja orð í belg? Einhver aðrar spurningar sem brenna á hérna ykkur í salnum? Og þið hafið þennan fagra hóp hérna fyrir framan ykkur. Gerðlega, gjörðu svo vel. Nei, ég bara hugsa, það kom hérna fram hjá Aðalsteini, myndlist
tónlistin ekki með gagnrýni en leiklistin fær gagnrýni. Og þá hugsa maður, sko, í hvaða stöðu, að ég fór nú í gær í Borgarleikhúsið, sem er kannski fleiri hérna, og sáum meðalansverk Ragnars Kjartanssonar, og ég þess fullviss að gagnrýni mun birtast það verk, jafnvel bæði sem dansverk og leikhúsverk, en það mun engin gagnrýni birtast þessi myndlistaverk. Mér finnst það mjög ólíklegt. Og þá þetta svona spurningin það, já, þetta í mínum huga myndlistaverk, þó það sé bæði dans og það er tónlist þarna og leiklist. En þarna, við getum líka þá í þessu sambandi fara að hugsa sko, erum við of þröng í þessu? Þurfum við einhverja gagnrýnendur sem eru bara gagnrýnendur á allt sem skilgrein sem list? Þetta er nú bara svona pæling sem setti inn því að ég var svo uppveðruð á þessu verki í gærkvöldi. En það er örugglega raunin að listin að breytast og hún að verða fjölbreyttari. Þannig að við þurfum einhvern sem svona fjölhæfur. Mér langar rosalega að svara Gerlu, þetta góð spurning. Sko, ég á núna að vera í vinnunni að skrifa einmitt fórn. Og það býður mín opna í blaðinu morgun þar sem ég ætla að taka á þessu. Og ég hef ekkert vit á dansmennt, en ég myndlistarmaður og þannig mun ég fjalla þetta verk. Og ég alveg sammálaður, þetta var stórkostlegt. Og hvet alla til að ná sér í miða á fórn. Það var ágætið að við getum hort á verk síðan náðu einhvers, ef það þekkið ekki verk Matthew Spanni, ég horfa á því áður en sjáið 80 mínútna langa kvikmyndans en þetta er stórmerkilegt. Eitt enn bara talandi þennan multitasker gerði, ég held sér rétt hjá þér. Í dag þá hjálpar menningarblaðamenn geta komið víða við. Ég held það. Ég er algjörlega samfærður það. Er eitthvað sem brennur á ykkur öðrum sem eru í... Það er kannski eitt í þessu samhengi sem hún nefnir sem mér finnst mjög forundulegt og ég held kannski að sko þið myndlistaráhuga fólki og myndlistar mennirnir sjálfir ættu kannski frekar að geta að svara þetta ég og það er hvers vegna myndlistin komin í þessa stöð? Hvers vegna myndlistin ekki í sambarlegri stöðu gagnrýnislega séð og tónlist, leikhús og bókmenntir? Ég á erfitt með átta mig, á þessu. Það sem mér datt helst í hug hversu vítt og hversu sprungið þetta einhvern veginn og allir veggir farnir og allt æðislegt. Og þar af leiðandi svolítið erfiðar að hjóla í þetta en ég myndi kalla eftir því að þið myndu svolítið leitast við líka að koma með svör við þessu. Hvað veldur? Af því að þú sjálf varpaðir frá mjög ákvarðanum spurningum sem að þú segir að lesendur þínir spyrjir. Algjörlega. Það okkar sameiginlega markmið að svara þessum spurningum. Og þetta alveg bara svona getur verið alveg grunnmarkmið. Já, ég sammála. Já, hér hönd komin á loft. Sæl, ég heiti Hulda Stefánsdóttir, ég ætla að vera fulltrúi myndlistamanna hér í áframtók. Mér finnst það ómögulegt að það sé engin fulltrúi myndlistamanna sem tekur til máls. Þakka ykkur öllum kærlega fyrir, þetta hefur verið mjög hugveikjandi og margt gott og brýnt sem hefur komið fram. Ég verð að segja fyrir mína parta, ég kvart ekki yfir umfjöllun myndlist. Ég var með sýningu í síðasta vor og var nú eiginlega bara hálfstúmi yfir öllum sem hjálpuðu mér að segja frá þessari sýningu þar og sömuleiðis gagnrýninni sem ég fekk í Morgunblaðinu á eftir. Ég hafði nú ekki fengið nema 3 stjörnur en ég var mjög þakklátt fyrir og mér fannst þetta bara mjög málefnalegt og það sem að ég hélt líka erindi fyrir nokkrum árum myndlist og fjölmiðla því þetta hefur lengi setið í okkur myndlistamönnum með svona og ég hef einmitt vitnaði þar í upphafi í orð Bygga Andrésar með útvarpið og myndlistina og bókmyndirnar og sjónvarpið en þar sem að ég sagði þar og stend enn á föstum fótum að myndlist ekki smekksatriði. Ég trúi því að það sé hægt að fjalla með faglegum hætti og upplýsandi fyrir hinn almenna neytanda myndlist eins og hvert annað fag og við megum ekki missa okkur í því en bara því ég var að fletta fréttablaðinu í morgun og frábær fagleg umfjöllun þar listir, aukablað brúðkaup
og þar hálfsíða gallerílist sem að sé svo frábær vettvangur til að kaupa samtíma myndlist fyrir gjafir. Og mér finnst bara þetta bara í hrópandi, þið vitið, andstöðu við í rauninni ritstýrt efni og svo ertu með þetta og það bara ekki verið að tala saman. En svona misvísandi upplýsingar eru þetta bara neytandinn að fá og veit ekki betur. Og þarna líka held ég skólakerfið og ég nýstigin út úr akademíunni, Listaháskóli Íslands, þar sem ég var prófessor í 8 ár og það líka eitthvað sem að ég upplifði mjög sterkt í mínu starfi þar, hversu ofboðslega lítinn bakgrunn fólk hefur þegar það komið í háskólanám í myndlist og þetta grafalvarlegt mál. Það náttúrulega málefni í nýtt málþing. Aðeins var stutt varandi þetta með fólkið, sko, þetta náttúrulega, finnst mörgum þetta snúið, að það komið þetta skrýtna sérblað þarna inni, hvort sem við erum brúðkaup eða jarðýtublaðið eða dekkjablaðið. Þetta bara business. Þetta ekkert annað. Þetta bara það sem að ber uppi ritstjórnar hluta blaðsins að stóru leyti og allt efni þarna inni meir og minna aðkeypt, hitt uppfyllingar. Þannig að auðvitað mjög mikilvægt að fólk sé sko meðvitað þetta. Þetta á nú að vera merkt þannig held. Einhvers staðar las ég líka að það væri svona lítið menningarumfjöllun á netinu af því að það væri svo fá klikk sem að það kalli fram. Þannig að kannski skýringin á því á hverju Morgunblaðið það ekki þessi menningarumfjöllun á netmiðlunum. En bara, já, ein hönd á loft, tökum það sem síðustu spurningu. Já, ég ekki spurningu, ég Skjóður mjög slett orð. Ragnar Sigurðardóttir heiti ég, fyrrverandi myndlistargagnrýnandi. Ég var bara aðeins að velta fyrir mig, við erum svo mikið að tala þessa hefðbundnu miðla, en við erum náttúrulega komið svo mikið af alls konar miðlum einhverjum. Og hérna inni held ég, við erum flest svona yfir 40, 50. Og það vantar kannski svolítið yngri kynslóðirnar, þau sem eru núna í námi, myndlistanámi eða í listfræði í háskólanum eða bara í skólakerfinu. Og hvernig eigum við að ná til þessara yngri kynslóða? Og þau kannski les ekki neitt af þessum hefðbundnu miðlum og þau horfa ekki á RÚV. Og mér finnst mjög áhugavert að vita hvernig til dæmis þeir sem eru núna í Listaháskólanum, hvernig nálgast þeir kynslóðir myndlistar umfjöllun og hvort það væri kannski hægt að skoða það eitthvað og hvort það sé ekki bara hreinlega nýjir möguleikar. Að það sé ekki þannig að þetta sé endilega svo, allt sem svo neikvætt, heldur bara líka að leita að sko nýju leiðunum, eins og RÚV nú til og með að gera kannski með þessu nýja vef og þannig að þetta verði allt svona símavænna. Þannig að þetta svona hugmynd bara til umhugsunar. Og takk fyrir bara frábært málþing og smá kynjahalli verði ég að segja á ég bara verð að segja það, ég get ekki annað. Ok. Þetta var sem sagt ekki meðvitað, við reyndum að fá fleiri konur í panel. Það bara vill þannig að þeir sem að stjórna á fjölmiðlunum eru karlmenn og þeir sem hafa fengist við gagnrýni að miklum hluta eru karlmenn. En ég vil bara þakka ykkur öllum fyrir komuna, kærlega og sýndan áhuga sem að ég vona eigi eftir að blómstra bara áfram og við höldum þessari umræðu vakandi og ég held að það séu mörg tækifæri og það kom fram í umræðinni að það er margt sem að hægt að nýta og byggja á og ég held að það séu bara bjartir tímar framundan í myndlistarumfjöllun hér á Íslandi. Takk ykkur fyrir.